Ég bara frekar góður. Ég náði ekki að mæta á síðasta mót en nethögginn, en ég spenntur að sjá hvernig hvort að fólki sé búið að bæta sig eitthvað síðan þá. Það kom náttúrulega nýtt patch núna fyrir 3 dögum, sem að hafði eitthvað áhrif á ekki marga karakterar sem við spiluðum á. Þetta bug fixes. Það eitthvað Counterblades buff sem við fengum, svo við sjáum til hvort að þetta eitthvað að nota Counterblades. Já, apparently var þetta eitthvað bug. Það sem það var að taka, þú veist. Þú fekkst ekki mýr frá parser bonus eftir wallbreak með því. En núna færðu. Ok, það eitthvað til í því. Já, við náttúrulega byrjum eins og alltaf á Winners Final og við erum að byrja hérna Crownless Chief Magic. Þetta mjög klassískt matchup. Algengt. Taka Slayerinn og Chip. Síðast vann hann með chipinu á móti Slayer. Já, hann Sjáum hvort hann búinn að læra. Chief búinn að læra. Já. Ég vil aðalega sjá hvort hann ætla að breyta offensinu sínu eitthvað í kringum DP þans Chip og hvort hann ætla að breyta því eitthvað í kringum hvernig hann Magic ætlar að venda sig. Mig gruna frekar að þetta meira neutral hjá honum. Að reyna að sjá hvernig hann næra að checka hann og finna counterplay á móti það sem hann gerir. Hérna byrjum við. Byrjum við 2K. Ok, Magic byrjar á því að bakka í hornið og strax burst frá Chief. Hann heldur góður í fjarlægi frá Magic. Þeir eru... Blokka mix-upið. Ok, blokkar ekki seinna alphabladeið. Nú ok, nærðan að mappa hann sinni inn í hornið, en hann Magic þróar. Ok, klárar ekki, hann blokkar overheadið, mashar út, gott 2P inn í mappa hans Red Roman Cancel. Ok, en Magic burstar út. 2 burst farin. Magic strax í superið, vil íta Chief í hornið. Ger ekki mikið damage, en hann færi gott knockdown. Hann blokkar overheadið, en blokkar ekki lowið. Og caught af frame trappinu hjá projectilinu. Þetta fárlega góð. Thomas Orr mjög góður í... Gott 2P hjá honum. Flott counter hit inn í hornið. Whippar close slice-inu fyrir the throw og fær Universe inn í wall break. Nú Magic eiginlega dáinn bara. Ég blikka hann næstu dauður. Ok, en hann ekki alveg búinn strax. Hann nær cross-upinu. Gott deflux shield. Og hann nær að cancela pressuni hans Chief. Hann nær á wall break hann sjálfur. Þetta er wall break, já. Ok, það er að blokka okið. Hann blokkar Yellow Roman Cancel. Hann nær ekki punishið. Hann heitur af overheadinu. Þetta er rosalegt comeback frá Magic. Hann nær aftur wallbreakinu. Nú þarf Chief bara að snerta hann inn. Hann þarf bara basically að chip damage hann. Nei! Og hann nær airthrowinu. Nú það bara báðir í engu. Nei! Og hann nær að hitta hann eftir deflect shieldið. Ég hissa deflect shieldið henda hann ekki lengri burtu. Þetta var rosalegt hjá hann Magic. Þetta comeback var alveg gríðalegt. Byrjar að blokka hann að far slash repeatið hjá hann Chief. Reynda að byrja DP sínst mér. Blokkar ekki alphabladeið. Nú Chief komin í hornið. Hann Magic spara DP sín frekar mikið. Hann hittar með overheadinu. Force burst hjá hann Chief. Og pælbunkerinn beint inn, en blokkar ekki burstið. Nei, þetta er full screen? Nei. En hann næra að fá gott OK hérna. Nice 2P mash hjá honum Chief. Ef að Chief veit hvernig á að gera eitthvað, þá það að þekkja hvenær er hægt að masha út. Inn í 2H-ið, full combo, inn í wall break. Þetta er nálega ekki strax. Eitt gott touch eftir hjá þeim. Yes. Blokkar ekki lowið. Þetta gæti verið deyði. Frame trappið. Þetta er ekki deyði hjá honum. Gott deflect shield. Þetta er bara Nær ekki cross-upinu. Nei, hann Magic þróar. Hann býst við command-thróinu. Hann þróar með því að þróa. Já. Það er bara eitt round, hann er ekki að þróa. Það þróa round, skiptir máli. Þetta er nærðan með lowinu. Inn í vegginn, þetta er svo overheadið nær honum. En hann nær að bursta út af Magic, en hann er samt svo nálægt í að deyja. Chip sem er svo lítið health. Hann nær ekki að punisha mappa hann Chip. Ok, nice jump H inn í full combo. Næra ítan hann yfir skjáinn. Hann Chief virðist vera að reyna að masha út.
Já, ég hafði þetta bara líka mix-up. Ekki hægt að vita hvað hann var að gera. Þetta getur vel verið, það kom ekkert punish og... Blokkar overheadið. Blokkar ekki seinna hit af jump heavy slashinu. Og nærlega þarna með dandist af pælbankurinu. Seinni leikurinn til Crownless Chief. Jæja. Þriðja leikurinn. Báðir hnífjafnt. Flott mappa hans, tekur hann af reipinu og neyðir Magic til að nota burstið sitt. 6P-ar hann úr jump slashinu. 6P að DP hans. Þetta er rosalegt og inn í vegginn. Ekkert super en Magic er þrátt fyrir það eiginlega bara alveg að verða búið með lífið sitt. Hann Chip hefur frekar lítið DP í reyninni. Það hægt að gera... Hann hittar með lóinu en hann nær að blokka overheadið. Ok, nær hann með 2K2D, nær ekki að klára komboið. Nær að... Hann býður eftir deflex. Blue Roman cancel, nær hún með jump slashinu. Er þetta ekki jump slash eða heavy slash? Þetta var jump slash, já. Yes. Yes, nær hún hana upp. Og nú er Chief komin í vegginn. Nú er hann komin í Magic pressuna en hann nær að gera 2K2D út. Tapar 50-50 nú. Nú er hann burstar. Alpha Blade inn í vegginn, gerir ekki super. Geti vel verið að hefði ekki hitt. Block, punish og jump slashið. Og þetta er crossa með pælbankurinn. Hvaða buff gáður aftur Chip með... Þeir buffuðu Alpha Blade, var ekki? Mér minnur það, já. Að hann getur cancelað hit í tvær öðru típunar í hvort annar. Ég veit ekki. Ok, en þarna tekur Magic næsta round af Chief. Hann nær að póka hann með 5K-nu. Hann bara neutral, mappa hans inn. Og hann hoppar yfir jump heavy slash hans Chief. Nei, hann hoppar yfir throwið. Hann fær ekki full punish. K2D út. Flott krossa. Þetta er rosalega Slayer. Inn í pælbankurinn. Og grípar hann úr mappa hansinu. Það er gott hjá Thomasi. Hnífjafnt hjá þeim, báðir með full burst. En Chip hefur... Nú er hann í meðsinni. Hann vill ekki vera burst baited. Ok, hann notar ekki burstið sitt, hann þarf það ekki. Þetta er rosalega even. Overheadið, hann nær honum, en... Eitt gott hit hjá þeim báðum eða bara done. Já, hann er það. Og þá er það done. Klárar Chief þetta og tekur 2-1 leik fyrir 3. Chief. Og þá er það 2-1. Ómar, ég sé messageið þitt. Þú þarf að spila Ari. Já. Og mappa hans sitt, hæklar hann, approachið hans Magic. Gott safe jump hjá hennu. Þá var hann úr mappa hansinu. Hann greinilega er búinn að vera að æfa sig í counterplayinu. Gott command grab. Enn í throw, hoppar yfir overheadið en nær ekki almennilega punish. Hann blokkar 6P-ið og fær throw. Reynir að masha út úr JH-inu. Forsar út burstið hjá hann Chief. Blokkar Magic. Overheadið. Nei, hann droppar komboinu. Droppaði. En heldur áfram. Spaghetti. Hann hittir hann með 5H-inu, þetta er rosalegt. 5H er mjög disjointed. Það er rosalega stórt líka. Já, Chief er búinn að sína með mjög mikið þannig. Ok, Magic tekur þarna fyrsta round að leik 4. Hann þarf að halda þessum momentinu áfram eða... Grípar hann úr mappa hansinu. Hann er að frame 1 reacta við þessu, þetta er rosalegt. Alpha Blade inn í wall break. Góð stað fyrir Thomas. Magic, frekar. Og nær overheadinu. Er það allan wall break? Nei, hann býst við burstinu. Inn í throw. What? Já, hann crossaði upp overheadið. 6K-ið, what? Dandy step er alveg fínt reversal tool. Og inn í 2D-ið. Því hann low profilar á... Hann nær samt ekki að... Þetta er greed hjá honum. Hann á það til að vera svolítið greedy hann, Chief. Og 6P-ið. En hann burstar úr því. Nei, mann, nákvæmlega sem notar meter sitt, hann er því. Ekki... Nær hann þarna með 2D-inu. 2-2, mjög nálega leikir. Ok.
Nú það bara hver tekur næsta sem heldur áfram í Winners Final. Ok. Við reyna að póka með K-tökkunum sínum. 5k frekar skott hjá honum. Nær Far Slashinu. Og nær Chief inn í vegginn. Chief hefur ekki... Hann hefur ekki neitt burst. Hefur ekkert mirror. Þetta er góð Hann stað hjá að honum. blokka en hann blokkar ekki 2D-ið. Hann næri ekki conversion hans. Býttu! Hann hefur messað upp inputinu. Já, hann ætlaði að gera Gamma Blade, held ég. Ég má ekki. Allan, hann ætlaði að gera rekkaðið. Það er Gamma Blade, hann var að segja það. Rockstar. Ok, og nú það match set point á hann Magic. Nær að catcha back það sem 2D-inu sínu. Þetta Slayer 2D nefnilega ekkert eitthvað sérlega slæmt, sko. Svo gott move. Nær mappa hönsinu inn en nær ekki að konverta því. Block deflect shield en fær ekki 2H punch sem hann vildi. Nú þarf hann bara að blokka. Lítið sem hann getur gert. Og blokka ekki tegna. En hann næri ekki neitt conversion frá því. Ó, hann Nær ekki að blokka reynir alphabetið. ekki að dandy step actually. Ég sá hann byrja að croucha þannig. Hann Jæja. náði að blokka þetta allt. Nú bara neutral. Báðir þurfa bara 1 hit til að vinna. Nei, ætlar hann að shuriken lame hann out? Það no way. Nei, og hann þróar hann úr Scott PRD-inu. Og hann punisher mappa hans, það var ekki alveg nóg langt. Heyrðu, nær 2D punish. Hann reynir að íta og takka. Svo nú fær hann full combo punish. Sérðu þetta? 50-60% Núna damage. er actually 1 hit til að vinna hjá þeim báðum. 1 gott hit. Þetta er ekki Hann gott er hit. ennþá yfir 1 round eftir. Þetta var ekki gott Chief, hit. Chief, nær þessu. Þetta er gott Hann hit. burst baitar. Ég veit ekki hvort ég hefði sparað það. Þetta var svo obvious burst bait. Nei, Magic finnst gott að bursta frekar religiously. Æ, hann alpha blade komboinu. Új, Ó. býttu, hann 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 er ekki punishin út af því hann er airborne. Nei, málega, command grabbið hjá Chip er svo... hefur ekki mikið recovery með önnur command grabs, það er ekki neitt. Já, en ég sá ekki einstu block. Hann var ennþá airborne frá command throwinu, sko. Held ég. Ja, ég veit ekki. Nær overheadinu þannig með 6k. Gott blokk hjá honum. Mappa hans inn í hornið. Hann blokkar ekki 2D-ið. Nú mann til Gæt- vandræðum. Gæt ekki Inn í wallbreak. Og hann Þá nær hann að vinnur- klára hann með pælbókurinu. þá Hann vinnur nær Alex comebackinu, hann 3-2. Chief. Hann var svo nálægt í að deyja þarna Þetta var rosalegt. í fyrsta roundinu af þessum leik. En hann Chief nær að pulla through. Á þess að svara spurningu þínu, Ómar, ég veit ekki hvaða leik Þeir eru bara að hlæja, þetta Ég kann sé ekki leik. klárlega að Chief var smá stressaður yfir þessu. Ó, ég er að spila. Heyrðu, þá er það næst þú. Hvernig er ég að fá mér með kommentari? Gangi þér vel. Já, þá erum við að fá Hihidan. Hihidan er ekkert endilega eitthvað sem ég myndi kalla classic matchup, en þetta er eitthvað sem við höfum séð áður í Losers Final til dæmis. Og ég er smá spenntur að sjá hvernig hann Hihi ætlar að taka sininn á Bedman núna. Hann er náttúrulega að spila sin. Hann er að taka sin í staðinn fyrir Angie. Hann er ekki með svona commitment eins og ég. Að hann ætlar sem sagt að ég er forvitin að sjá hvernig hann ætlar að taka þetta matchup, því að sem Angie þá spila hann náttúrulega neutral eða allt öðruvísi. En ég er að fá hérna einhvern félaga með mér á kommentari sem er svona algjör snilld. Þá erum við bara að bíða eftir því að þeir taki button checkið eins og þarf alltaf að taka. Halló, halló. Jæja, hvernig er þú svona stendur fyrir mótinu? Sko mig. Þetta er búinn að vera
svolítið crazy mode, eitthvað, búin að, ekki að standa eins vel eins og síðasta mótið, eitthvað, en svona eða bara svona stundum eða við on top of the world, stundum við svona fumble, eitthvað að byrja. Já, bara flögt, svona, stundum gengum henni vel, stundum gengum henni illa, það bara gerist. Er þetta button check? Já, það að byrja button check. Já, ok. En það sem ég hef aðalega áhuga á, út af því að Sin svona neutral skip guy. Já. Og með rosalega safe pressu þegar hann með staminaðið. Að ég vil eiginlega fá að vita hvernig hann Dan ætlar að tækla það, hvort hann ætlar að nota Yellow Run Cancel og Burst mikið eða hvort hann ætlar bara að reyna að masha út þegar hann getur. Það svolítið góð spurning af því mér finnst að Dan, með hvað hann búinn að segja með, að hann alveg alltaf svona his element þegar hann svona in your face og bara henda allt þetta nonsense, eitthvað lightning, eitthvað og svona bomb heads, eitthvað alltaf. En þegar það kemur til neutral, þá það eitthvað sem hann finnst alltaf mjög skemmtilegt til að díla við, svo spurningin bara hvernig Hihi díla með það, en ok. Þannig að byrja við, hann hann með Elkan. Ok, þetta var svolítið risky play, eitthvað. Hann þarf að nota ít sko hann þarf að nota ít út af því að hann þarf að halda stamina sinu upp, út af því að Sin smá helpless án stamina. Heyrðu, hann að blokka þarna cross-upið. DP. Æklar og Forcer Burst. Hann reyndi að henda, veit það ekki. Gott Purple Roman Cancel inn í Close Slash. Það hann full combo af þessu. Þetta inn í vegginn? Já. Ok, ekki alveg. Hann vill ekki nota allt stamina sitt. Nei. Hann halda því fyrir pressuna. Ok, hann að masha út hana. Fellur ekki fyrir frame trappinu. Þessi takki svo góður. Hvað, Force Slashið? Já. Já, það eiginlega smá rugg, sko. Já. Og hann kláraði hann með 2S-inu. Dan tekur fyrsta round. Ok, heyrði hann á 6P, hann býst til Force Slashinu og nú Hihi komin í vegginn. Nú spurning hvernig hann ætlar að tækla Dan pressuna. Hann kólaði burstið. Okay. Dan svolítið meistari með að kóla út burst, eitthvað hérna. Og hann ákveður ekki að þróa, hann ákveður að fara í full combo. Nær hann þannig í hornið. Wow, þetta var perfect líka. Perfect round. Hvað er minn góður maður. Ok, byrjar vel. Sjáum hvort Hihi hefur eitthvað plan eitthvað fyrir þetta núna. Nær hann að snúa sig við, hann búinn að smá fatta hvað hann þarf að gera. Hann blokkar ekki allt. Hann er bara að gera Jump Age 2K loops, þetta rosalegt. Ok, næði honum. Hann burstað. Ok, blokkar errorið, flott hjá honum, þetta mjög vel blokkað. Ok. Cancel yfir hlúður eitthvað var nær honum þannig Force Slashinu en nær ekki að konverta alveg að því. Jump Slashið hans. Jump Slashið hans. Batman líka svo fáránlega gott. Hann misti komboið. Heyrðu, DP út. Ok. Flott Red Roman Cancel. Hann reyndi að massa út held ég. Já. Ekki wallbreakinu. Ok. Það kom aftur vekkir. Hann hefði ekki wallbreak. Hann bara að gera resets. Hann þarf bara að ná einu hitti inn. Það er bara chip damageið. Það ekki einu fyrir það mikið. Hann getur bara DP-að sko. Náðu því. Með Force Slashinu. Já. Ok. Þið báðið með svo góða takka finnst mér, eða neutral. Já, Hawkbreaker og Force Slashið hans. Já, hann Big Driver ætti að segja og Force Slashið hans Batman eru fáránlega stóri takkar. Þið eru, já. Sástu þetta. Close Slash, þið eru þarna fyrir nerfin. Þetta Force Slash, nei, og hann burst beitar aftur. Hann gerir þetta alltaf. Verður að passa þið sko. Ok, DP. Flott. Converter ekki að því. Nice K conversion. Kom með Dan í vegginn. Throw escape. Já. Þessi negla maður. Negla sko. Já. Ég held að hann næði þessu. Já. Og klárar þetta. Ok. Þá eru þeir báðu konum með 1 round. Já. Náðu því. 6P.
Gott sig Og í á langt þá. forslashið. Nær þessu Oki úr error. Hann er bara að blokka hann Hihi, hann veit ekki hvað hann á að gera. Næðan í throw. Take throw-in áttar alveg greiðlega gott. Ég held að Hihi ætti að vera smá conservative með þessi Náði að skippa þetta. með burstinn núna sko þegar Dan er með meter. Ok. Þannig að senda þetta í vegginn. Wall break. Nei, ekki alveg. Jú. Já, náði. Otti notar í til að fá metrið sitt aftur. En nú þeir aftur komin í neutral. Svo eitthvað wild að sjá að Eat er núna svona góðuð move í þessum leik. Þetta 2S maður. Vá maður. Dustið inn í error. Og... Inn í annar wall break. Ok, En nú er Hihi með 2 meter. Það er spurning hvernig hann ætlar að nota það. Ok. Hann Blue Roman Cancel nær ekki að gera dash inputið. Nei, ég misti því. Hann reyndi að bakta sig frá Yellow Roman Cancel. Ok, Nei, hann er með nei, burst samt. Já, hann verður að passa sig. Ok, hann Dan bursta bara út. Nei, rúlum. náði ekki alveg combo. Hann reynir að masha út. Hei, Það guð spurning minn hvað hann ætlar góð. að gera. Nei, nú er Keinu og Hihi tekur leik 2. Guð minn góð, þetta var alveg svolítið smá stressandi á þetta. Þetta var rosalega nálægt. Já, það var bara... Ok, Nei, byrjaði hann á JS-inu. Ok, nær counter hit force slash og force burst hjá hann Dan. ok. Hihi á defensive. Nei. Hann hafði burst bait. Every Þetta er time. rosalegt. Það er ekki ofta maður sé Dan 50 eitthvað make a wrong call með burst bait. Nei, eiginlega aldrei. Það er rosalegt. Já. Hann er bara að lesa fólki eins og bók, sko. Í alvöðunni. Ok. Ok, nær tók hitt út í hennu inn í... Hann er reyndar... Hann er búinn með staminaði sitt núna, nú þarf hann að passa sig. Ok. Ok. Fer í charge dust. Misti. Nær ekki að konverta af 2S-inu. Wow. Galt step inn í throw. Ok. Ok, nice P-punish. Sjáðu þetta neutral. Já. Þetta er bara að reyna að póka með stóru tökkunum sig. Ah. Nice P. Hihi að bara Alveg fastuð. Soltast defensa eins og hann getur. Nice. 6P. 6P, já. Ok, nælum í vegginn. Það er þannig að nota 6P til að koma sér út. En nú er Hihi komið burst fyrir næsta round. Ok, vel gert hjá Hihi. Driver nær honum inn í hornið. Hann whiffaði og Dan náði þó honum. All DP. Nice. DP er undir 6P. Sjáðu Hihi. Og burstaði út úr því. Ok, trade. Nær honum við fárslæslu inn í jump cave. Misti Nei, hann því. whiffar 2 close latches en hann fær að gera það 3. Hann er með 1 stamina bar. Hann nær að hitta hann en hann nær ekki að konverta af því. Hann verður að passa sig, hann má ekki bursta. Oh my god. Sjá, þú verður hann að... Hann verður eiginlega að nota bursta sitt. Þetta er ekki lítið gott við Hihi. Ok, hann burstað. Ok, Purple Roman Cancel til að reyna að vera ekki punished að því. Ok. Ok, throw, escape. Nice Þetta, jump slash. nei, ekki En nóg. faultless defense ítir hann út. 6P tekur power slashið. One more hit. Þú bara dasha inn. Új, og hann er með jump slashinu. Hann kanklar airstallið. Vel gert, Hihi. Já. Close slash. Ok. Næja þó honum. Og fæði eat. Hann reynir að masha, en hann burstar út. Ok. Oh my Hann- lord. Hann náði að fylla upp Throw escape. throwið með error. Oh. Já, meni, ég skil aldrei hvernig maður díla með þetta pressure frá Dan. Nei, ekki heldur. Nice. Blokkar overheadið, vel gert. Ok, næði honum. Þetta throw break. Þetta er wall break. Já.
Þetta ekki einu sinni super. Hann var ekki með mýrur fyrir superið. Já, ekki það heldur. Ok. Herru, Hihi tekur leik 3. Ok, Dan spæði því hvort hann ætti að skipta. Þetta getur verið síðasta tækifæri til að stela þess. En hann tekur það ekki. Þetta er síðasta tækifæri til að skipta. Ég veit ekki einu sinni hvort actually er góður svona counterpick með Sin. Ég veit það ekki heldur. Ok, Roman cancelað. Það er að taka hann úr Whippað. Ok, Dan ekki að taka hann í vegginn. Þetta kombo er gross. Ok, náði ekki að veggja hann. Eða næði hann ekki í vegginn. Ok, nær hann við forslashinu. Og snýr hann aftur við í vegginn. Þetta er bara, þeir eru að spila í sama horni. Bara skiptast á hver fær að vera þarna. Hann reyndi að þóa. Já, en hann reyndi að gera microdashið. Ok, næði honum. Eat. Það er gert. Hann súpaði það, já. Og þetta gerir alveg ákveðlega mikið damage líka. Og Dan getur alveg verið mjög góður að púla út svona surprise super. Eitthvað when them are least expected. Hann er nefnilega ekkert eitthvað rosalega mikið búinn að vera að nota supers. Hann er eiginlega bara aðalega í Roman cancel-lúminu. Hann vildi kannski reyna að fíla út Hihi áður en hann reyni að chansa það. Getur vel verið. Iron er þarna með Tyrant Barrel en fær ekki clean hit. Hann force root burst í hann það, ok. Já, hann vil... Ég held að hann hefur bara smá confidence í það að næra að snúa sig við. Nei, force þessu whippar. Og 2S-inn Iron þarna. Ok. Overheadið. Já. Hann veit verður að passa á þessu. Hann verður örugglega að gera safe jump fyrir það. Wow, ok, þetta var... Nice block hjá honum Dan, en hann Hihi nær að þróa honum. Ok, núna er Hihi á game set point. Hann þarf bara að vinna þetta síðasta round og hann heldur áfram í winners final, já. Hann er líka með burst, sko. Hann er... Já. Ok. Hann er smá á aftur fótunum hérna, sko. Hann er á hind legs. Góð pessa samt. Wow, alltaf. Hann nær að catcha Masi hjá hann Hihi. Nei! Blokkar ekki jump smashið. Þetta getur verið komið. Já, nei, þetta Já, þetta er komið, já. Já, líka bara super til að vera viss. Já. Já. Heyrðu, ok. Þá nær Dan öðru leik nummer 4. Og nú erum við bara á match set game. Já. Byrjaði með sweep. Já. Hvað er þetta? Match point. Þetta er game. Þetta er... Já. Ok. Guð minn góður maður. Hann er honum ekki vanna með 6H-inu sínu. Næði honum út úr DP. Wow. Næði að þróa honum. Ok. Þína Hann er að reversal okkur mikið. Hvernig getur gefið þetta í svona tight situations er alveg baffling til mig. Hann er bara snöggur að inputta. Já. Nice 6P, þú verður að hætta að hoppa Hihi. Ok, blokka bara. Það er ekki gert. Hann reynir að sleppa en hann er caught af sprenginni. Hann var bara game set point á hann Dan, svo þú þarf Hihi að gera sér sprengunar. Nær hann með overheadinu. Hann fumbleði komboið. Guð minn góður. Nice punch af 2P. Það er bara einn good hit. Það er ekki anti-air punchið. Forward slash punish. Býta halló. Ok, throw og hann. inn í throw. Það er að passa á burstinu. Já, ok, þú burst hann náttúrulega í DP-inu. Já, þetta er ekki gott. Þetta blokka, hann vil í sig lítið. Hann reynir að sleppa þannig. Já. Og þá tekur Dan þetta og heldur áfram í winners final. Já.
Vel spila hjá þeim báðum samt. Rosalega vel spila hjá báðum leikmennum. Flott hjá Dan að taka þetta comeback og rosalega flott hjá Hihi að standa sér svona vel á móti Dan. Já, það bara að koma við svona 2-3 svona set með Dan eitthvað. Það finnst mér vera mjög mikið af accomplishment eitthvað svona. Svo bara... Jæja, næst erum við að færa okkur í okkur tvo. Jæja þá. Það er bara við tveir, við þurfum tvo á kommentari til þess að hjálpa okkur hérna. Já, og ég ætla að ná í að controla þetta líka þannig að já. Halló, sæli kæli hitamælir. Já, þetta var góður leikur milli mín og Dan. Hérna ég með honum Alexi, Crownless Chief. Ég held að búin að tækja hann. Hæ, ég er allan að koma inn. Sæll, þetta var svakalega leikur hjá þér. Já, takk fyrir með það. Ég var haldandi með þér allan tíman, sko. Ég var bara öskrandi að niður, sko. Ég held nefnilega ekki sjálfsagt myndi fara undir læknubolti, en Dan var að segja mér að það er 360 tracking á því. Já. Svo Nei, það- þegar ég sá hann kveikja á Það er því, ekki- þá var ég bara, it's done, sorry. Það er erfið staða. Það er ótrúlega erfið staða sem er ekki það mikið mítið fyrir Faultless til þess að díla við onslaughið af projectile sem var á leiðinni. Það er bara því miður, sko. Þess vegna reyndi ég að fara undir og bara grípa hann eða eitthvað. Nei, en ótrúlega vel spila hér. Takk fyrir. Holy shit, ég trúði. I was a believer, sko. Ég var believer. Já, honestly. ég var believer. Ég var feeling eftir þennan þriðja leik. En já, þetta er bara... Já, þetta gerist. Já. 9 á rematchinu. Er einhver... Með sín... Þau eru bara að gera... Þau eru bara í einhverju. Æja, en það verðum að fara að sjá mjög spennandi leik. Sato á móti Potemkin, Já. Ingi Þór á móti Fjallabónum. Þetta verður áhugavert. Ja. Ég trúi á fjallabúinu hérna. Hann, sko, ef hann notar eitthvað advice sem ég gaf honum og Já. mögulega sem sagt bara passa sig með blokkstringin sín að við gera þið airtight, Já, þá ætti hann að gera það það. mun að geta. Og hann, ég freka þess, ef hann nær að setja nú mikið mental stack á Það- Inga, sem það- er ekki... Eina vandamálið er- Ég er ekki á erfitt. Eina vandamálið er, Ingi er á sama tíma predictable og unpredictable. Já, Þú veist aldrei Það hvað hann má er að fara að reacta ótrúlega vel með og þú veist, en þú veist Já. eiginlega alltaf hvað hann mun gera með það. já. En með Sato, hann setur þetta í svona fullt af 50-50s í einu sem þú getur reacta við, Yes, en þú ætti að vera vanið því til þess að reacta við það. yes. Svo ég held að þetta væri alls ekki létt út af Temkin og Ingi, Lethal Duo. Þetta verður allan mjög spes. Þetta verður mjög spes að sjá þegar við sjáum þetta ekki mjög Það- oft. Við höfum séð þetta held ég áður, en við höfum Já, ég held en- ég held en að ekki í þessu Ingi vann. patchi. Ekki þessu patchi, nei. Við höfum ekki séð þetta í þessu patchi. Mig gruna Sato alveg finn í þessu patchi, ekki út af því að hann vekki eitthvað bást, bara Með overall tuning down af overall öllum. fór niður, the DPs eru verið svo Já, bara reversals yfir höfuðið verið og hann hafði Ég meina, ekki þú veist, þannig þegar. og actually bara gott hérna líka einmitt er að ef það er eitthvað lítið gap það er ekkert armor að takkipasta lengur Já, svo þú veist það getur ekki bara dáið allt í einu Það í var- miðju blokkstringi. Það var mjög stúpid. Það var mjög stúpid að hann það gaf bara dáið randomly í miðju blokkstringi. Það breytti ekki ómikið tier placement hans, en my god, Já, það gerði miklu meira pirrandi. og það er eitt aðna sem ég séð með mjög mikið að Potemkin player gera og ég veit ekki Við- hvort að Ingi hefur lært þetta eða ekki en að nýta sér Blue Roman Cancel inn í
inn í hérna Potemkin-Buster frekar. Þeir eru Hvað búin er Ómar að tala um? Við erum á móti ISO Speed. Ég held að hann sé að tala um eitthvað lík og hann er eitthvað bulla eða eitthvað. Ok, það, já. Svarar einhvern tíma hvernig hann spila? Já, ég var bara að sjá núna með þarna sælir hjá honum Robotlíðin. Sæl kallinn. Sælir. Þetta er þá úti eða? Ef hann heyrir eins og í mér. Button check. Það er button check time. Er hann komin heim? Já, ok, flott. Það er flott að þessi komin heim. Alltaf gott að hafa það, bara flott að sjá hann mögulega á Tekken-mótum núna í framtíðinni. Sjáum hvernig þetta button check fer. Hver vinnur þetta? Já, þetta er svakalega button check, sko. Það sem vinnur button checki vinnur leikinn, sko. Já. Ég veit það ekki, en ég mun enforsa það. Ok, allt virkar. Hann er throwing. Kári tapaði. Hann hefur minna health. Og þú veist, og þetta er Sato held, sko. Hann er extra losing. Það er Extra losing, sko. Það gengur ekki. Jæja, þá er það fyrstu leikurinn á milli Fjaglabúnum og Inga Þór Átján. Sato, Potemkin, let's go, sjáum þetta rugl. Ég Sjáum þetta predikta rugl. /beginning hjá Fjaglabúnum. Herru, ég ætla að leyfa Rindun að rokka. Ég held það. Nú sér ekki textan. Nei, það skiptir engum máli. Hann sagði eitthvað mjög flott og núna segir Sato, já, á móti. Gæti verið. /. Nei, næs, þetta var mjög flott. Þannig hérna, Ó, gott grab Hunga. einmitt, kom henni í hotnið, hann þarf núna að passa sig, hann þarf að vera patient. Jump, nice, gott, hann er sérna counter hitið, því miður ekkert frá því. Hann er komin aftur í hotnið, hann hefði bara haldið honum inn í hotninu, þetta gengur ekki. Ok, Ósagt Hunga. svona. Nei, hann fór í 6K. Ég er ekki veist hvað Ingi Þór veit hvað þetta move er. Bæði Engi spila Sato og hann spila ekki leikinn. Nei. Blue bara bjarga honum þarna, gaf honum alveg allan tíman sem hann þurfti. Nei, býttu. Counter hit, nice, 2S. Wow, ég vissi ekki að hann fekk 2S extension eða hana. Þetta var awesome backdash. Gott backdash. Mjög gott backdash, þú verður að backdash þetta ef þú býst við þessu, þetta er svo scary. Nú, maður sér hann byrja að henda í mér og út, þetta er aldrei hættulegt. Já, einmitt, þetta stoppar algjörlega pose, ha? Já, það er eitthvað áhuga með matchupið. Ok, hann er komið aftur í hotni, hann er hérna ít honum út. Nice! Hvað heit það, that's a lot eða eitthvað, það ít honum hann í burtu. Það er flott. All sessions er multi-hit, svo það ætti að díla við Project frekar vel. Já. Flottur. Nei! Herru, Hvað er í gang? Þetta er rugglað! Ég veit ekki hver hefði unnið þarna. Akkur gerðum að pose. Guð, nei! Allan, hann kom með Eddie aftur þegar hann lendir hérna. Svo þetta er ekki over. Gott backdash. Streamið datt út hérna í smá stund. Við finnum út bara eftir smá hvað er í gangi. Maður heyrir því. Þarna, flottir. Við erum komin aftur með þetta, við erum að koma aftur með visuals. Hann fórsaði burstið. Það fórsaði burstið, þetta er líka... Oh my god! Er þetta wallbreak? Nei! Skrappið! Hann tóður þessu aldrei út af mér, svo ég veit ekki hvað ég gangi hér. Þetta gæti bara verið, þú veist, heavy character weight difference breyting eða eitthvað. Já, það er ekki verið breyting við leiknum. En já, Já, er það ekki þannig að það er average á móti alla karaktera en heavies eru ennþá með eitthvað? Heavies eru með öðru hitbox. Það er bara high hitbox? Ok. Já, og það er big bodies. Ok. Það er ekki lengur þarna og dettur hraðar eða dettur þarna... Það var Lengri múlið tíma. Johnny patchinu með mig. Ég var að horfa á myndband þetta. Já. Bara mútið konum, út af bara konum voru lightweight. Já, ég man eftir því, það var klíkað.
Ok, hann gott, hann pókaði hann úr loftinu með JP. Wow, það er actually bara mjög gott svar, honestly. Hann notar JP ekki náðu mikið. Nei, þetta er ótrúlega góð takki. Þetta extenda langt, þetta er multi-hit. Hvað, 3 hits eða eitthvað? Þetta er mjög gott air-to-air og decent landing. Wow, ok, flott. Strax komin inn með lítið, búinn að taka burstið og minn halda lífin hans. Wow, nice slash þarna í loftinu til að ná honum. Það er svo erfitt að ná þetta úr Bíddu. Hann náði ekki að capitalize á þessu blue, en það skiptir ekki máli, hann næri hún inn í hornið. Gott kombo og wallbreak, en ekki náttúrulega að drepa. Þetta guts er svo rugglað, sko. Já. Hann er alveg betri í þessum erjuless combos. Það er drillin á honum. That's a lot, já. Það er erfitt að Sato að punisha the slide heads, svona. Nei! Ok, flott. Þetta Hvað? hann er Pusan block hérna. Nei, alvöru! Þetta var pun! Þetta er YRC base. Þetta var YRC punish, það er ruggla. Ég hef bara aldrei séð þetta. Nei, hann er dauður! Hann er ekki dauður. Ok, hann er ekki dauður, ég ætla að segja. Þetta leit út þess að vera dauður. Kannski síðasta patch en ekki þessu. Greinir að tóna down, því ég hef séð, þú veist, í fyrrum patchum hef ég séð þetta drepa og ég var bara svo hræddur. Já, nei, Potemkin er aðeins minna skeri. Bara aðeins. Aðeins, ekki mikið, bara smá. Pingu smá. Svona enda á miklu skeri en þessi leikni. Flott. Það var mjög gott græp hjá honum. Kemur honum inn í hornið, nice. Þetta combo er sick með JP. Þetta er mjög cool. Slidehead er að... Nei, ég held að það var í slidehead. Það fór í OK. Ja, hann vann þetta interaction. Já, ég hef ekki séð þetta interaction að Ekki heldur. Hún finnst gott að gera... Þú stóð þetta sé ekki reversal, þá elskar Ingi að henda þessu út þegar neutralið er þetta wallbreak. Sem er alveg fínt, það er gott, sko. Það er mjög gott. Út af jafnvel að hann hitti þá fyrir projektið enda. Saman með þetta og þetta Pusan block. Wow, OK. Herru. Það voru komin að 1-1. Góð leikið so far. Já, mjög svo. Ingi bara rétt vann fyrsta, sko. Já. Hann elskar þetta. Það er gott að fjallabúinn er góður í að blokka overheads. Fjallabúinn er ungur og sprækur maður og er mjög góður í reactor. Svo sannarlega. Þetta er það, ungi spræku menninir sem ætla að taka þetta. Já, ég er ungur og sprækur og ég get ekki reactor. Tæknimaðurinn okkur segir að hann sé ekki ungur og sprækur maður. Ekki ég svo sem hendur. Það er gott að henda 6P á móti Potemkin í neutral. Í staðan fyrir far slash á mínum mati. Já, það getur rétt hjá þér. Like með Sin finnst mér það gott að það er... Hann er að draga hann inn í hornið, hann er komið með hann, kombo, yes! Þetta er svo flott hjá honum! Ég held að hann hefði átt að fara til hinu super. Ég var að segja. En þetta var samt mjög flott hjá honum hérna. Hann fór bara, já, hann fekk hinn mítarinn. Þetta var, þetta hefði verið svo ekstra sniðugt ef hann hefði getað burstað þarna. Þetta var rosalegt. Wow, þetta var svaka gamble hjá honum. Gott throw. Já, maður getur þróa okkur Minecraft, you know. Þú ætti ekki að vera jafn hræddur við Potemkin Buster ef hann er nógu nálægt þér til þess að þróa hann. Hann ætti ekki að vera nógu nálægt mér, en þú veist, hann Ingi spila honni. Já, það er ennlega málið, sko. Hann er ekki mikið Carabuster maður. Hann er ekki mikið Carabuster maður og hann skilur ekki alveg rangeið sem að, það er ruggla range sem að Potemkin Buster actually er með. Já, það er langt fyrir utan throw range, sko. Já, þeir buffuðu hver langt það fyrir í Season 4 og svo gáðu þeim tilbaka Keras. Já, sem er bara af hverju. Þá var hann fekk að líka halda armorinu þangað til núna og það er ruggla. Wow, hann stoppaði Eddie hann úr loftinu. Kemur, nei, mash! Þetta er málið, hann er mjög góður í 5P mash. Það er líka svarið við ógeðslega mikið. Ég er nú að horfa á shorts hjá Gaia sem að sýnir hvernig á að stoppa corner pressure á karakterum með Potemkin. Næstu alltaf er svarið 5P. Já. Næstu alltaf svarið er 5P. Tveir fyrir Inga Þór.
Flottu leikur hérna hjá honum, hann er hérna með, já, 2-1. Einn leikur í viðbót og hann heldur áfram. Ég er að búast við að fjallabúinn samt mögulega ná einum leik í viðbót ef ekki ná að vinna þetta. Ég held með honum smá en ég ætla ekki að vera bæjast hérna, ég ætla bara... Ég held með honum, ég er bæjast, hann er vinur minn. Búinn að þekkja hann síðan. Oh my god, nei! Þetta er hræðilegt að sjá besta vinur frá 5. bekk að vera bara stengurbastur. Þetta er bara, the score. Shit. Nei, þetta var svakalt hero burst, ég veit ekki hvað gerði þetta. Það var engin ástæð til að vera að því. Ó, nei. Hann er panikað smá. Já, ég skil það. Match point, set point held ég. Góð staði hjá hann. Ok, þetta hefði geta verið... Ég kann bara sleipa hann þarna. Ég var ekki að gera það þegar ég spila með Inga í practice rounds. Já, ég held að maður ætti að gera það. Hann elskar að fara á eftir empty jump. Þarna, inn í það. Já, þetta er Street Fighter. Það er mjög Street Fighter, já. Það er eitthvað sem ég gerir, sko, með Sengi. Já. Þetta var rétt hjá honum. Þetta var gætt hjá honum. Mjög svo. Ekki combo? Nei, stoppaður. Oppose, flott, bjargar honum. Oh my god. Nei. Þetta var svakalegt, sástu þetta? Hann roaming cancelaði samt ekki. Nei, þetta var samt líka. Hann hafði það post út hvað gerðist? Stoppa hann. Oh my god. Nei, 6H. Fucking mega fist. Það er svo gott núna út að fá momentuminu á 6H. Please. Come on. Yes! 6P, flottur. Þú ætti ekki að vera biased, ég var biased. Nei, þetta er bara stressandi og cool. Já. Cool situation, sko. Ég trú ekki að... Ég held með báðum hérna. Ég trú ekki að Handful fór í gegn með Force Actions. Víst að mútti hitt. Ok, getur Ingi komið sér út úr þessu? Nei! Hann var bara hittur úr megafisturinn sinni en mitt það er klika. Já, Sato Aerials eru góð. Þau eru mjög góð, já. Vítu, þetta var að minna mig á Season 1 bara. Þetta var mjög Season 1-legt kombo. Já, nei, hann er smá rosalega með þetta. Ég held að fá þetta bara akkurat á réttri hæðinni, sko, og færa að hitta þarna aftur 2H-ið úr þarna, úr Frog. Þetta var gott. Hann fóð hjá Inga. Eins og var þetta bara náttúrulegt kombo, sko. Nei! Það var sniðugt, en Vertu rólegur. Nei, ekki! Hann er dauður. Þá tapar hann. Þetta var samt svo close. Svo nálægt. Þetta var svakalega close á honum, ótrúlega vel spilað. Þetta bara, ef þetta eina interaction hefði ekki gerst, þá hefði hann mögulega getað komið sér í 5. leik. En svona er þetta. Þetta var rosalegt hjá honum. Kannski fáum við hann aftur hérna á comms eftir smá. Við grunum það. Já, en þetta var rosalega vel spilað hjá þeim báðum. Mér sýnst að hann ekki að fá calm strax. Nei, ef hann vill ná sér í eitthvað fyrst Mér sýnst að hann ekki að fá close eða snúður eitthvað að drekka. Þá er það bara allt í lagi, þá skal ég bara vera eina aðeins á meðan. Já. Hver er Svakalega vel spilað hjá honum Inga hérna, alveg tók þetta rétt svo. Moon og Yobi Tró. Hjúkett. Ég er Mía. Nei, hann bara eins og ég áðan, sko, ég fann bara til hjartanu, sko, ég er rétt var Ég var líka stressinn í mínu, en ég tapaði, svo það er víst öfugni. Já, kannski hefur þú verið líka Kannski þetta verið meira stressaður. Já, eða ekki. Og svo stressað ég myndi að fá hjarta á vandamál. Það var að fara til að vinna þetta að fá hjarta, sko. Þetta er eitthvað sem Pro segja þér ekki frá? Já, akkurat. Og það var Moon á móti Yopi. Nú þegar komnir, ég tók ekki eftir þeim. Einmitt. Herri. Hvað hefur hann á nefinu? Það er mjög góð spurning. Ég ætla að leyfa Kára hérna að koma aftur á comms. Mér sýnist að þetta er biti úr bionicle setti sem hann tók með sér. Ég það ekki. Akkur Kári, þetta var mjög flottur leikur hjá þér. Er þetta Borinsjök? Ég veit ekki. Ég held ekki. Þetta er Borinsjök. Chicken and buns.
Vá maður, hvað... Þetta var mjög góð leikur hjá þér. Já, vá, hvað damage skipti miklu máli þarna maður. Ó já. Mér fannst eins og ég var með hann á, like, 2% health, like, hvern einasta leik. Já, ég held að... Ég er mjög hissa að Force Slash sigurði ekki Hammerfall hjá honum. Það er það sem ég er líka hissa á, sko, út af því að það á að vera double hit. Ég held að double hitti kemur og seint og hann kemst að þér áður en það byrjar. Það var eitt í leikunum, Yobi Tobi móti Moon. Já, það bara er eins og það er. En já, við erum að taka Happy Chaos Faust. Bomba. Hot Potato er hittur samt af 100 tonna þyngdinni. Yobi. Gott grab hjá honum, Moon. Þetta er hratt valstuð. Báðir hafa mýru og Moon hefur burst til öryggis. Er að forða sig frá bombunni með því að halda sig með því að Goomba stampa Yobi. Já, hann fær Minifaust, nú fær hann Moon ekki að gera neitt. Ja, Minifaust eftir beint. Það er að þróa hann þarna. Moon er low-key masher með throws en það virkar svo eða mashing. En já, Eitthvað til í því. Þetta var anti-hero close slash. Ég skilði það ennþá til. Nice burst block. Þetta burst bait. Og þarna er þetta. Hann vinnur fyrsta leikinn frekar hratt. Við verðum að sjá hvort hann Yobi getur snúðað sig við. Goomba. Nær ekki hitta bombuna. Faust shot in the streets. Minifaust komið á svæðið. Herru, jæja, ok. Minifaust Herru, reynir að nálgast hana með 6S-inu en er hittur úr því en er hann kom með hann Yobi í hornið og tekur þá fyrsta roundið á leik 2. Moon er að reyna að spacea sig smá át, þetta er smá Zoner vs. Zoner matchup, þannig að ok, hann burstar en fær ekki að byrja offensið sitt alveg strax út af hernum. Nær ekki gegn command throw sem ég grunar var að svona ekki að gera. Já, ég held að hann Moon hafi séð það fyrir sér. Minifaust mættur aftur. Hann mun koma aftur. He approaches. Já, nú fær hann ekki að gera neitt. Það er bara, þú fær ekki að spila leikina meðan Minifaust er úti. Nær hann þannig við 6H-inu en hann nær ekki að halda áfram. Hann er thrown. Hann Goombar. Hann nær samt að punisha Moon fyrir þetta eða hvað sem þetta var. 1 round fyrir Yobi Tobi. Ok, sjáum til hvort hann getur haldið þessu ferð áfram, haldið þessu momentumi. Nú er bara dashblokka það eina sem hann getur gert. Báðir munir líka að fá burst í þessu roundi. Nær hann þannig með dustinu. Komum allt resource tilbaka. Mjög mikið af whiff punisha, syns mér. Hann er ákveð miklu frekar en þú veist, síðasta patch að bara halda sig frá og fara aftur í neutral. Hann er náttúrulega, þeir eru búin að breyta honum í actual zoner. Hann er ekki lengur rushdown karakter. Moon tekur leik 2.
rótlega við spila hjá henni. Er þá komin á match game. Hann burstar bara strax, hann vill ekkert vera við hliðina á Moon. Trompeti kemur. Getur ekki hoppa út þegar hann hafði byssuna. Gott grab hjá honum. Fullt resource. Nice throw. Gott grab aftur. Ok, borða minifastinn. Minifast in the bag. Það er bara að blokka. Hann whiffar samt 5-edgeinu. Þetta var gott húti hjá honum. Hendur trompetinu. Success inn í byrja, en hann er hefur- hittur af hernum. Hann hefur minifast inni, hann er ekki að ákveða að henda því frá sér. Er þetta dauði? Þetta er dauði. Já, Moon er komin að match set point. Dash blocking. Yes, það er eina sem þú getur gert á móti honum Happy Chaos einmitt núna. Það er bara dash blokka. Ég meina, hann hafði ekki byssun úti, svo ég held að hann gaf bara poke. Hann er bara að blokka. Hann er aðeins svo hrættur að masha. Nice block á dustið. Hann hefur Hann er nær þannig að charge dustin og klárar þetta sínist mér. Já. Simple og clean combo. Tekur þetta, hann Moon heldur áfram að Moon heldur keppa áfram, móti þér, held ég, Það móti mér, já, ég held það. í Losers Þótt ekki strax held ég. quarterfinals. Ég held að fyrst, hver var aftur? Ingi Þór á móti, Já, næst tökum við Inga á á móti. móti Magic. Yes. Er það ekki? Jú, það er Ingi gegn Magic. Þannig að þá er bara að bíða að sjá. Þannig að Chip Sanoff vs. Potemkin. 10-10 matchupið, eitthvað svona mjög klassískt Guilty Gear matchup. Já, þetta verður, við getum sagt mikið, en þetta verður spontaneous. Hvað, bara fyrsta hit dribur eða? Já, þetta verður smá explosive matchup. Já. Já, ef að hann Ingi nær að hitta Magic, þá er það eiginlega bara búið spil, sko. Já, það er búin að breyta því smá, en já. Já, það er ekki lengur 80% combo, nú er það 70%. Það er game changer. Game changer. Já, síðan er þarna... Já, ég er eiginlega aðalega spenntur að sjá þarna hvernig hann Ingi ætlar að nota meira Garuda Impact, því hann er náttúrulega nýlega að byrja að nota það, bara að byrja að nota það á Nethug þannig fyrir 5 vikum. Ég tók ekki eftir að nota Garuda Impact á móti þér. Það notaði nokkur sinnum. Ég tók ekki eftir því. Það hitti eiginlega aldrei reyndar, það var aldrei eitthvað sérlegt OG tool, en hann notaði það. En, já, síðan fáum við að sjá hvernig hann Ingi ætlar að tækla DP-ið sem hann hefur, út af því að hann á það til að pínu bara svona halda áfram pressinu sinni. Já. Já, Magic er frekar klár með DP-in sín, hann notaði þeim frekar sparlega, miklu með sparlega en ég. Já. Það Svo sem hann- að Ingi mun stragla við er 6-piece, sko. Hann á það til Já. að hoppa mjög mikið. Hann hoppar, gerir þrjár árásir, fer síðan inn í Mega Fist að jump attack, sko. Það er Já. pínu svona patternið sem að ég tók eftir þegar ég var að keppa mót honum. Svo við Já. sjáum til hvort að Magic tekur eftir því og nær að Hann mun ýta honum úr því. Hann mun ná megafistinu hans. Hann hefur eitthvað plan. Ég trúi því bara hreinlega. Þeir spiluðu í pools, minnum mig. Já, þeir gerðu það. Og ég og Moon spila líka í pools og það er smá rematch í gangi þarna. Einmitt. Svo það er fun. Já, þannig að mér sýnist þeir alltaf byrja á button check. Þannig að Eins og allir. eins og allir. Smá unoriginal, honestly. Einmitt. Já, bara... Þeir þurfa bara að gera betur. Þeir eru að hashtag drepast í hálsinum. Er það? Ertu alveg fárveikur? Hann Ómar. Ómar, ég skil þig. Kari, þetta er verið streamer, þú verður að lesa chat. Já, en Það er ég er ekki streamer. Ég er Nei. commentator, ég er Nei, ég er í sportskommentator. League, segir hann. Já, þú veist, ég veit ekki hvort ég myndi frekar drepast í hálsinum eða vera í League, svo... Það er erfiður valkostur. Jæja. Nú er
spennandi að sjá hvernig hann Ingi ætlar að tækla gríðarlega offensið hans Ég held Magic. hann spilaði Bridget á móti Inga og tapaði næstu því utan að hann gera það. Þú meinar? Já. Annarkvæður ekki nógu vel æfður eða bara Bridget er ekki það góð. Hashtag Ómar elskar League. Er allt hashtag núna? Er bara sagt hashtag og síðan það sem þú ætlar að segja? Eða? Hashtag já. Ég er Hashtag feed, hashtag me, hashtag feed, hashtag me, hashtag more.com. Ræsmann, heldur við Thomas Queen Dizzy. Já, það er smá langt sem við sáum Queen Dizzy. Hann er örugglega ekki alveg nógu öruggur með Potemkin matchupið á chip bara vegna þess að það er einmitt þetta 10-10 sko. Þannig að Dizzy er öruggar pick. Ég hef heyrt speculations, rumbulations á netinu að Dizzy er ekki bottom tier. Hún gæti jafnvel verið high tier. Já, hún var náttúrulega í bottom tier með Zato þarna á sínum tíma. Alveg rétt. Jæja, þá byrjum við. They cannot change society. So instead of fucking themselves, they blame the beast. Leikurinn er nú að lesa þetta upp, við þurfum Heaven or hell. ekki double narrator hérna sko. Put your life on to proceed. I'll be Jover. Ertu svona text-to-speech model eða hvað er í gangi hérna? Queen Dizzy versus Potemkin, duo 1. Let's rock. Ok, byrja báður á því að backdasha. Gott counter hjá hennum. Já, þetta er semst ekki að öskra counter í hver skipti sem er counter hit kemur. Nei, ég er búinn. Ok, þú er búinn. Ok, nærið þannig með forward slash inn í Michael Sword. Ok, setur upp fiskinn, er hittur af I use this to catch fish. Ice Spear smá gott. Nice. JD cover. En Roman Kjálsson nær ekki burst baitinu. Hann miklu sér sjá hann upp, hann fasaði yfir hinn og hinn. Ok, nærið þannig með eld. Nú er það mix-up, sko, þú verður bara að blokka þetta, það er það eina sem þú getur gert. Inn í vegginn. Hann whiffar 6-H-inu. 6-H, já. Og nær hann þarna samt með Þetta er War Ice Ice Spike. Ég held að Ingi... En það er mínus 15, guys, það er totally bad move þrátt fyrir að vera 100 active frames. Við að vera... 2S, active frames er mjög gott. 6H, ok. Fer inn í winged form. Blokkar, nær ekki að blokka megafistið. Sjáum við. Með góð knockdowni. Nær ekki að konverta, hann... Mér sýnist að Ingi kann með 2H gerir bara allt saman komboið þótt það er... Nær hann með jump slashinu. Inn í freeze. Heldur þessu combo áfram. Þetta juggle er rosalegt. En Potemkin bara lifir í gegnum það. Lært mér þetta. Heyrðu, Fyrsti leikur á Magic. Á Dizzy. Sjáum til hvort hann sé eitthvað búinn að fatta hvernig hann þarf að tækla þetta zoning. Hann byrjar bara strax að ýta honum út. Slæðið er frekar gott á móti. Új, gott backdash. Og inn í burst baitið. Ok, nær að nota slide head að taka hann úr advantage-inu sínu. Icefield gaf hann aðeins fyrir boost frames. Magic nær hann að... Og multi-hit, far slashið, nær Inga inn í hornið. Fish. Og nú eru bara Ice Fish. Fish.
hann purple hann cancelaði kannski aðeins og seint eða snemma allir en Hann hefði ekki fengið mikið damage hvað sem er. Hann hefði fengið já, advancear áfram en projectile líka nær hún þarna með ground projectile en þetta er svo ógeðslega hættulegt. Nota 5k. Þú Reynir með er bara 6 6-8 H-ið. en það bara... Hann er kláður búinn að gleyma einhverju spacing hérna. 2 H-ið nær hún í það. Nú er það að fara að halda honum í jugglunum svo hann geti activatað. Burstið tekur hann úr því. Flip er enda rosalega gott nú. Nerfaði það ekki. Býttu, var þetta ekki safe jump það? Hann nær þetta hann ekki blokka eftir Blue Roman cancelið. Magic crossar hann ynga upp. Og catchar startupið á Megafist með Michael Sword inn í superið. Þetta gæti verið deyði. Cutscene Simulator. Kamehameha. 2 leikir fyrir hann Magic. Og Klálega er Disneyn hans ekki ekki alveg nógu riðguð. gott Býttu, dodge Megafistið. Ok, clasha. Gott, forward slash. Nær ekki konverta. Nær að frjósa. Setur upp Angel Rings en strax tekinn úr því. Nær Hann mun aldrei fá að nota þetta move. Ég meina það move er bara threat. Gott throw. Blokkar ekki 6H-ið. Gott throw, 8, backdashið. Og nú er hann komin að set point on Magic. Set point. Til að halda áfram í Losers semifinal. Það er ekki almennilega punish af slide-headinu, hammerfallinu. Blokkar charge touchdown Magic. En aftur, hann er líka ungur spækur maður, svo hann fegla ekki fyrir þessa charge touch. 6H, gott, OK. Backdashið, fín. En hann Ingi er engin chump, svo hann nærað. Þetta er mjög klassísk sportsbreak hjá hann. Býttu, hann kom með movið út og það bara instantly dáinn. Þetta var eitthvað... Þetta er af hverju þú mátt ekki leyfa vængjunum að koma út, annars deyrðu bara. Og þá klárar Magic þetta. Já. Hann hafði ekki góðan tíma mót honum. Hver hefur góðan tíma að spila mótið Magic? Ég er að tjóka. Hann mótið Dizzy Magic. Nei, maður pirrar sig á einu og öðru og maður þarf bara að sætta sig við það. Allt í lagi matchup. En ég þarf að fara að spila. Já, herru, þú ert að keppa mótið Moon, þannig að skemmt er vel í því. Já, þá erum við að sjá Sin Happy Chaos matchup. Sin er nú, svo ég viti ekkert eitthvað sérlega góður mótið Zoners. Ég held að hann sé að hann bara fyrir eitthvað middle of the pack þegar það kemur að því. Já, þannig að nú erum við bara að fara að sjá hvort hann ætla að dashblokka eða hvort hann verði of greedy og reyna að nota Elcond og Gazelle Step til þess að approacha. Því að þú þarft eiginlega pínu að resource beita bulletin frekar heldur en fókusið, sko. Vegna þess að reloadið er í rauninni senstiðin til þess að ráðast á hann. Jæja, þá erum við að fá eitthvað annan að kommentari mögulega, en allan að þangað til þá erum við bara að bíða eftir því að Hihi og Moon taki bun-checkið. Jæja. Þetta gerist við alla. Maður kemur fram á einhverjum gæja sem maður algjörlega þolir ekki og þá fer maður í smá fílu. Og síðan er bara... Já, síðan er bara að standa upp og dustar ekki af sér og bara tækla næsta verkefni. Það var bara
það besta bara svona, don't talk about for now. Við höfum He versus Moons og Sin versus Happy Chaos. Þetta Bunny. Ómar er dáinn, by the way, bara svo þið vitið af því. Það er leiðilegt að heyra. What a legend we've lost today. Ég er búinn að missa mjög góðan Elsfeld spilara hérna. Þið get ekki séð það en ég með svona öskulur bara til þig Jæja, þá erum við að byrja Happy Chaos Sin. Ok, svo. Heldur að He hefði eitthvað góð chance? Ég held hann hafi það, út af því að það er miklu einfaldara að kemja á Happy Chaos núna heldur en það var náttúrulega í 1.0 sko. Já. 1.4 þarf að segja. Og þetta er í rauninu bara dash blocking þangað til að þú kemst inn sko, þú veist, það er pínu, þú veist, eins og þú séð, hann Hann bara næðan bara straight away. Einmitt. Sjáðu, hann byrjar að ýta hann út, en nú er hann kominn close-a. Þetta er samt að mix sem þú þarft að passa þig á. Tick throw-in hans Happy Chaos eru alveg... 6S-ið nær hún þarna. Þú verður í vegginn. Það er hann með force slashinu, Red Roman canceluð. Nær ekki að halda komfortinu áfram. Air throw-ið. Þannig að bara zónar hann út. Hann er bara með 1 bullet eftir. Nú er sjensinn. Nær ekki alveg að punisha það. Já, hann þarf bara að dash blokka. Og hann punishar þarna Big Driver, Elkandar sýnst mér þetta að vera. Já, þú verður eiginlega pínu að þú mátt ekki leyfa honum að byrja pressuna sína, sko. Þannig að þá ertu bara komin í smá glandur. 2K2D, nær samt ekki convert af því. Heyrðu, gerir sig ekki safe af overheadinu. Flawed purple Roman cancel, en after í neutral. Nú er bara að bíða, dasha inn. Air dashið er ekki alveg málið, en heldur áfram. Oj, nærðan að throw-inu á whiffed 6H-ið. Og klárað hana. Báðir konum. Næs, þannig að close slash punish fyrir á meatyið, sko. Gott. 2P mash á honum He-He. En Moon nær throw-inu og nú er He-He komin í... Hann bara þróa, hann var ekki eins og nálægt í. Ég held að Moon hafi verið á DP-bilda. Næs. En nær að þróa startuppið á 6S-inu. About it in 2 seconds. Új, DP í ekkert. Þetta var smá risky hjá honum. Gott, hérna. Pressure hjá honum He-He. Nú er Moon bara að blokka, hann getur ekki gert neitt. Nice Goomba Stomp. Og inn, já. Svo fyrst leikurinn er ekki Ok. Hann ætlar ekki að hætta backdasha. He-He þarf... He-He þarf að halda áfram að punisha þetta backdash á run start. Nice. Close slash meaty. Nú er bara að dash blokka. Oj, nær ekki 2D-inu. Já. Og gott, Yellow Roman cancel ekki á honum Moon, ít honum út. Új, nær hún þarna. Whiffar Big Driver-inum og fær ekki Blue Roman cancel inn í JH-ið. Klónun er hittir niður. Gott, no tech hjá honum. Inn í boltan, nú er hann cursed. Blue Roman cancelið. Hann nær close slash meaty. Nei, og DP-ið frá honum He-He tekur fyrsta roundið að leik 2.
Og hann fer undir 6S-ið með low profilinu. Inn í take throwið. Inn í eat. Fá aftur þetta stamina meter. Þetta var... Új, býttu, hann whiffaði close slashinu eða hvað? Eða var þetta backdash? Já, inn í combo. Já, og inn í Deus Ex Machina. Fær wallbreakið. Þetta damage alveg ágætt, sko. Hann backdash, hann að búast við throwinu frá honum, hí. Nice 2P. En hittur á forward slashinu. Þeir Roman cancela. Hann að reyna að póka með Big Driverunum en Moon aðeins á langt í burtu. Hann DP-ar dustið. Jump slashið inn í Big Driver. Klára leik 2. Já, hann að struggla smá með damageið og smá svona pressuna hans hí. Okay. Hann það örugglega. Ég samt ekki alveg viss. Flott Roman cancel en nær ekki að burst þetta. Flott. Jump slashið. Super til að fá fókusið tilbaka. Það bara 2D, 3 í röð, ekkert punish. Það hvernig við viljum hafa þetta. Inn í Ride the Lightning. Þetta getur verið wallbreak. Já. Næði því. Þú sérð bara þetta damage sem þetta gerir við Chaos samt. Guð minn góður maður. Nær ekki að hitta kúmpastampið. Næði honum. Yes, þetta getur verið vesen og klára þannig roundið. Change that point fyrir Hihi í losers quarterfinal. Moon það að gera eitthvað til að throw clashið inn í 6P. Geta vera aðeins lengur. Overheadið klárar þetta. Með overhead. Já, hann þarf bara pína að blokka, hann þarf að blokka 3 hittin. Og núna er hann super focus. Yes. Nice 6S. Ætti hann getið convert af þessu. Hann býst við burstinu. Já, ok, nær ekki að beita. Aðeins of snemma. Nær ekki að punisha startupið á múfinu. Backdash. Það dustið. Vel gert, maður. Já. Inn í take throwið, inn í Red Roman cancel. Við sýnist að Moon ætti að taka þetta. Hann ekki með einn bullet samt. Nei, ekki bullets, ekkert með þetta. Nei. Nei, hann whiffar JH-inu. Inn í deflate shieldið. Gúmbastól. Inn í annan gúmbastól og hann nær að halda sér á lífi í hana. Ég gleymi alltaf þetta 2 hit. Eitthvað, ef maður vikla. DP roundstart, hann hefur örugglega viss input á hana. Þetta ekki eitthvað sem Hihi vill sjá. Nei. En hann örugglega ekkert eitthvað alveg gríðarlega stressaður. Hann með ansi mikið rými í hana til þess að fá sér burst aftur. Já. Ok, og wallbreak. Ok, núna Moon með 2 meter. Og hefur hann í sweep. Nei, býtu, hann whiffar close slashinu og Moon Blue Roman cancelar fyrir. Dustað. Hann bara að blokka, hann blokkar. Hann blokkar ekki næst síðan gunshotið. Og þetta getur við það. Nei, þú hefðir þurft að bursta beint eftir. Það spurði hvort að Hihi reyndi að gera eitthvað. Nei, hann bara blokkað. Purple Roman cancel, ekki að punisha það og klárar þetta með close slashinu. Hihi tekur þetta 3-0. Heldur áfram í loser semifinal. Það sem hann ætlar að keppa á móti honum Magic. Man. Hihi Magic í loser semifinal. En fyrst, þá erum við að taka winners final. Og það Chief vs. Dan. Það eitthvað sem við höfum séð margoft. Það bara eitthvað sem við erum orðnir ansi vanir hérna í FGC Iceland. Já. Þannig að Slayer vs. Bedman. Ég minna að þetta bara eins klassist að verður. Þetta bara eins og smurt brauð. Það bara, þú getur ekki klára mót nema að hafa Slayer vs. Bedman, Chief vs. Dan. Það ekkert annað. Það svolítið inevitable í þessum Guilty Gear scene hjá okkur. Já. Heyrst ekki í mér? Jú, ég búinn að laga. Ég búinn að laga. Heyrðu, ég ætlaði bara hérna á meðan... Nú veist ég búinn að detta aftur um mig. Heyrðu, hérna á meðan
Winner Finals að fara að byrja, þá ætlum ég bara að minna á að 13. júní næsta, þá verður lokakvöldið hjá Nýðhauku-deildinni. Þannig að fólk er búið að vinna sér einn stig hérna yfir önnina og þeir topp 8 fá að keppa í því og fá síðan alls konar verðlaun og meira að segja í dag þá fékk ég skilaboð frá Kleppir sem er partur af samfélaginu en hann er í Japan eins og og hann var að tala um að hann væri búinn að vera að skemmta sig mjög mikið að horfa á streyminn og hann ætlaði að í rauninni að sponsa verðlaunin fyrir Guilty Gear og bæta við í rauninni 10.000 krónum í vinnirpúlið, þannig að það eru núna komin held ég að, við erum eftir að annonsa almennlega, en það eru svona 35.000 krónur þá fyrir Guilty Gear sem sagt, præspúl fyrir þá deild sem eru skipt á milli einhverja sigurvera og eitthvað, en ég vildi bara svona rétt minnast á það, en það verður núna kynnt inn vikunni, þá verður sagt allir 8 sem eru hérna í topp 8 og ég mun hafa samband við alla til þess að sjá hvort að þeir séu tilbúnir fyrir að mæta eða ekki. Þannig að ég veit til þess að einhverju er ekki að fara að mæta. En heyrðu, ok, við höldum áfram. Þökkum Kleppi náttúrulega alveg greiðlega fyrir það að gera þetta fyrir okkur. Þannig að bara sendum kærustu þakki til hans. En nú sýnist mér við erum að byrja. Þeir eru búin með banncheckið. Ok. Nei, þeir eru enda í banncheckinu. Nei, þeir eru enda í banncheck, alltaf. Já, hvað voruð þið að tala um áður en eitthvað? Þetta er svona Crown Street vs. Dan er bara alltaf að gera sjá okkur í þessu Það er klassist að verður. Já. En ég hef reyndar lítið að segja varðandi hvort þeir hafi bætt sig vegna þess að ég er ekki beint á því stigi að ég geti séð bætinguna hjá þeim. Það geti vel verið að þeir séu búin að bæta sér alveg greiðarlega en ég sé það allavega ekki út af því að þeir hafa alltaf bara verið svona milestoneið fyrir hver góður maður þarf að vera í þessum leikjum, sko. Já, spóst. En líka, ég held að þið er búin að vera að spila svolítið online í þessu síðustu daga. Já. Preparation fyrir mótið núna. Svo ég hef enga hugmynd hver getur tekið þetta í alvegnu. Kannski getur það líka verið Dan, kannski getur Chief pólað an upset, eitthvað, maður bara veit aldrei. Nákvæmlega. En þetta er allavega þar sem annarkvort Chief eða Dan landa í 4. sæti. Já. Sjáum hvort eitthvað... Nei, ég er náttúrulega í Winners Final, við erum ekki úr þetta, ég er að rugglast hérna. Nei. Var það ekki Chief... Ingi? Já, það var Chief... Já, það var net... þú myndir að síðasta móti hérna. Gætir þetta vel verið? Já, það er mér líklegt, já. Ok, nærðum hann með 2D-inu. Ok, og Chief er komin í hornið. Slice, nærðum það þarna. Ok, næði vegginn og... Þú sér bara hvað mikið damage Batman gerir samt. Þú sér bara að Slayer Chief er komið með helviti lítið líðana. Og við vonum bara að biðja. Flott Yellow Roman cancel. En nær ekki að converta því. 6PR 2D-ið og fær þarna. Yes. Næði með overhead. Ok, og... Pælbunkerinn, þú sér bara 40% damage strax, sko. Ok. Ég hef líka þegar að spila The Nagaoki boss theme fyrir þessu, sem er real fitting. Ok, sweepað. Ok, dust. Ok, hann hafði ekki meter, svo þetta hætti djúk. Ok, sweepað. Nei, nú er Dan með burst en hann er helviti lítið líf. Það er spurning hvort hann vilja spara. Hann ætlar ekki að spara það. Hann ætlar að riska því öllu fyrir að geta comeback. Nei! Hann er counterhitur á Chief. Nú er hann í smá vesenni, hann gæti náð wallbreakinu. Ok. Og nú eru þeir báðir alveg helviti langt líf. En Chief þarf... Næra að heita með 2K-inu. Spurning hvort hann hefði bara viljað bursta strax, sko. En... Ég held að Dan hafði alveg hugsað myndi gera það kannski. Óseint. Ok, bursta strax. Hann læra 6 hann er mappa hansið. Hann býst við throws on backdasher en fær samt að halda áfram pressunni sinni. Chief er komin í hornið. Hann reynir að dash í gegn en er ennþá hittur. Bar slashið, hann er að catcha þessi mashes eins og algjör ruggritallur, hann Dan. Já.
Hann Dan bara, ég seta alltaf og hann alltaf proves it true. Hann Dan bara spila on a whole different level. Hann Dan má eiga það að hann líklega yfir höfuð mest knowledgeable svona game mechanics og þannig sko í leik. Okay, Mappa punch. Okay. Nærað hann með jump H-inu, forður hann að burst hjónum og hann klárar þetta. En nú Dan alveg að fá burstið sitt tilbaka en Chief samt með the round lead. Clash. Hann reynir að special cancela en fær. Nei. Nærað masha út með hann að 6P-inu. Wow! Dropped up of the century inn í throwið, inn í Red Roman cancel. Og hann bara Universe force slash en force þetta út burst í honum Dan. Nú Dan í smá versin, nú hann í horninu. Hann með 1 meter en ekki neitt burst. Hann næri ekki alveg að drifna þannig með pilebunkinu. Þú sér bara hver mikið health hann Batman hefur. 2H-ið, force hann til að blokka. One more hit. Block string. Okay. Nú, Hands of Doom. Deflex shield ítur hann við burt og Mappa Hunch klárar þetta. Það grip damage. Þá tekur Chief leik 2. Mjög jafnt þeim. Tæknin hjá þeim greinilega ekki upp á 10. Ég veit ekki hvort Samkvæmt leiknum allavega. Ég veit ekki hvort þú sást en eitthvað, Dan getur eitthvað svona puppet hand motion eitthvað. Já, út af því að Chief hefur verið að segja eitthvað við hann. Dan svo mikill eitthvað svona, hann með svona, hann elskar að vera með svona bandur, sko. Já. Ok, næði honum út með Mappa punch. Force slash catch and match hjá honum Chief. En hann duglegur að blokka. Hann næri að koma sér þannig með 2K-inu. Ég get aldrei handlað eitthvað svona 2D, pressure. inn í cross-upið, inn í low. Nú hann hoppar yfir 5H-ið. En hann ennþá fastur í pressunni. Hann reynir að 2P-a, hann býst við einhverju stærra move frá honum. Inn í pilebunkinn, nei, það bara 5H. En nú þeir báðir með super, þeir báðir með meter. Red Roman cancel, já, alveg og klárar þetta með superinu. One punch. Já, klárar með þetta með super Mappa Hunch. Já. P ítir út, klárar með low, inn í 2-3-6S. Ok, næra match með 2P-inu. Hann tekur pilebunkinn með 6P-inu. Blokkar lowið. Þeir náðu að flekta. Deflect shield aðeins að nema út. Vá maður, pilebunkinn bara inn í wall break strax. Hann reyndar ekki með neitt tension ef núna. Ok, hann komið meter, nú þarf hann bara að reyna að lifa nógu lengi til að fá að nota það. Hann nærið því komið með 100 tension. Ég caught af jump slide. Svo að jabba hann út úr því. Inn í lowið. Nú þarf Dan bara að blokka. Hann með burst samt. Hann þarf að passa þetta á því hann Dan. Hann Chief ætlaði að segja. Deflect. Reflect. Og 2P úr frame trappinu. Inn í JK, inn í standing 5K og klárar þá Chief leik 2. Leik 3 og tekur þetta 2-1. Já. Og nú hann skiptir karakter? Nei. Ok, hann ætlar að halda áfram. Stikka með Batman. Síðasta tækifæri hans til að skipta hann. No Axel í þetta tournament for now. Allan ekki Billy. Nei. Mappa Hunch ítir hann þannig í honni. 5K whiffar samt. Svo hann fær ekki alveg að halda persónu sinni áfram. 6P á Mappa Hunchið kemur hérna Dan í pressu og 2P út, mjög næs. Og pilebunkinn, en nú Dan með burst og Chief það ekki. Burst bait! Næði ekki að capitalize. Hann reynir að bakka aftur en Dan var bara að spamma slash takkan svo hann fær far slash punishið á því.
Já, hann klárar þetta þannig. Hann hefði ekki eins og þurft super. En samt gott að venja sig á það. Gott 5k poke í byrjun. Mappa hans undir errorið. Og Mappa hans inn í counter hit. Og Mappa hans again. counter hit. 2k. 2D. IP nær ekki að punisha, það hittir of hátt undir yfir crouching bedman. Annað counter hit Mappa hans. Hann að reyna 6p þetta rosalega illa, hann Dan. Hann þyrstur í þetta 6p. Okay, what a trade. Clashið. Inn í Red Roman cancel. Oh no. Fæðir hann með nópi, another meter. Samt Chief hérna með 2 meter, hann hefði getað mögulega notað það. Hann er samt ennþá á lífi, hann er með 1 chip. Hann bara veit ekki hvað hann að gera. Okay, yellow. Nei. Já, nei, það var lítið sem hann getur gert hana. Yeah, I suppose, but... Ég veit ekki hvort ég hafði gefið betur in that situation. Ég held að ég hafði líka Yellow Roman Cancel líka. Ég hefði Yellow Roman Cancel aðeins fyrir, en hann Dan hefði örugglega callað það átt líka, sko. Hann er svo góður í þessu. Ok, burst strax frá Chief. Ok, núna er báðið með svona 1 point away til að take the winners finals. Inn í lowið. Ok, fær ekki almennilegt punish, hann Dan hoppar yfir, en er samt fengið í hornið. Nær ekki punishinu. Vampire Bite. Blokka dustið, inn í annað dust. Og nú er bara superið, nú er hann með meter. Mappa. Nice, Purple Roman Cancel, en hann fær samt 2 counter hits af power slashinu sínu. Blokkar ekki nálina. Ok, hann er ennþá á lífi. Já, hann er samt ekki með neitt meter. Kláður þetta með 6p and Dan. Dan komin að match set point. Já. Ok, sweep up. Inn í 2D, Mappa hans. Það er ekki alveg punish að því 2D counter hit inn í Mappa punch. Þetta var pælbanka held ég. Eða hvað? Wow, svo stuð. 6H hit inn í lowið. Góð, flott 2P mash á tjánum Dan. Pælbankar, Purple Roman Cancel. Fær ekki alveg reward af því, en nú er Dan með burst. Hann eitthvað call out bursted. Og nær hann með Mappa hans og catcher hvað sem þetta Báðir var. með game set point. En nú er Dan með burst og hann er með smá advantage hérna, svo nú þarf Chief að passa sig. Já. Ok, nær Mappa hansinu, bursta. Dan búinn að bursta. Nú er bara að vinna næsta interaction og þá ertu komið með þetta. Nei! Og Dan nær close slashinu. Og þá er bara Chief eiginlega kominn inn í hornið. Og hann nær 2D-inu. Ok, wall. Það var one more combo frá Dan og þetta verður komið. 5H hittar hann, þetta er rosalegt. Mappa hansið. Dandy step. Inn í! Inn í overheadið. Nei. Roman cancelið. Inn í vegginn. Nei! Inn í throw! Og Chief nær að klára þetta! Vá maður! Þetta var rosalegt! Ég vissi ekki svona að Vampire Bite getur kill svona mikið damage. Þetta var rosalegt! Wow! Holy comeback frá hann Chief! Já! Vá maður! Ógeðslega vel spilað hjá báðum leikmönnum. Ok. Og fellir þá Dan niður í losers semifinal. Já. Og Chief heldur áfram í Grand Finals. Já. Næst er það Hihi Magic, það sem við vorum að tala um áðan. Hihi Magic, þetta er líka eitthvað sem við höfum séð áður. Losers semifinal. Já. En hvað spurningin er, þú veist, að því fer hann against Hihi, verður hann Chip, eða fer hann til Dizzy, eða kannski fer hann til Bridget? Mér finnst líklegt að hann fari Chip. Hann er æfðastur á Chip í þessu patchi. Mér finnst það eiginlega að vera klárt mál. Hann er sterkustur á Chip. Já. Og Chip er ekkert með eitthvað sérlega erfitt matchup á móti honum sinn. Ok. Svo ég held að hann muni skella sér í Chip. Það er alveg svona Gæti samt vel verið góð option, en... Gæti vel verið að koma okkur óvart.
kannski, við veit ekki, en svona það kannski bara með svona percentage hann fyrir Chip af því þetta Hihi og hann alveg mjög góður eitthvað í þessum leik svo. Já, en Hihi hefur samt alveg strugglað á móti Chip, svo hver kannski Hihi til Angie á móti honum ég finn það ekki líklegt. Hann hefur nú þegar strugglað á móti Chip sem Angie, ég held að hann sé öruggari sem Sin sem hann búinn að greinilega vera að æfa sig á síðan síðasta nethögg. Ok, já. Alright. Ok, veit við hvort þetta button check eða bara Þeir byrja á button check alltaf. En við byrjum nokkra set ekki með svona button check, svo bara svona Jú, við byrjum okkar set með button check. What the? Já. Kannski bara hugsa pools. Gæti vel verið. Já. Nei. En Já, ég er eiginlega spenntastur fyrir því að þetta spennandi, út af því að ég held að ég hef ekki séð Sinin hans Hihi keppa móti Chip hingað til. er það ekki? Ég held ekki allavega. Já, ok. Já. Já, þetta verður most definitely svolítið exciting, bara að sjá. Já. Yes. Alright. Ok, þá er það bara gangir vel, fyrst bumpið og við þá erum við að byrja. Já, við erum svona Rushdown Battle of the Century, maður getur kannski segið. Já, Shoto vs. Rushdown. Myndi Sin eða The Shoto? Já, Sin meira Shoto heldur en Rushdown, sko, myndi ég að segja. Eða svolítið like a hybrid, kannski. En ég sé hvað það meinar. Ok. Þeir eru alltaf að horfa á introið. Duel 1. Let's rock. Svo svona eins og Hihi, þeir eru svona text to speech guys. Þeir lesa alltaf það sem stendur á skjánum. Ok, þetta offense frá honum Magic er alveg gríðalegt. Það er honum með force slashinu, forcear út bursti hjá honum Hihi. Alpha Blade'ið. Ok, blokkar samt annað jump. Flott jump. Sástu þetta? Það var rosalegt. Ok, bara heldur hérna áfram að halda. Hann reynir að mash og close slashið. Ok, the rope. Blokkar ekki Alpha Blade cross-upið. Overheadið. Banzai. Nice, blokkar ekki sen að hitta jump age samt. Ok, næði honum Hihi. Alpha Blade. Þessi combos frá the Magic. Þetta drepur. Yes. Já, þetta drepur, auðvitað. Ok, tekur það Magic fyrsta rándið. Já. Ok, strax innan með Elk Hunt. Ok, hann er ekki með stamina lengur. Hann er búinn að stamina sitt, hann er smá vesenni. Já, þannig kemur hann með J2K-ið. Og kemur famous cross-ups. Já. Nice 2P. Banzai. Hann dropar komboðinu. Hvað? Ok. Alpha Blade. Ok, 5K catchar hann og forcear út bursti hjá hann Hihi. En nú er Magic komið í hit hornið. Ok, DP. Já, þeir báðir með svona DP. Já. Hann hefur reynt að gera DP út eða eitthvað þannig. Ef ekki það, ég veit ekki hvað annað. Svo fyrsta leikum fyrir til Magic. Hoppar yfir, jump flashið. Okay. Catcher him DPing. Right. Hann er örugglega ekki að reyna að anticipate eitthvað. DPs eru svo risky í þetta patch. Hann er örugglega bara miss-input eitthvað. Ok, nice, Gazelle step inn í halda áfram pressun sinni. Hann er enda með 1 stamina bar, svo hann er ekki alveg... Reyndi að ná honum út úr jumpin. Purple Orm er cancelið. Ok, hoppa út af Alpha Blade. Nice, JS. Bara force slash spamming. Það er bara eins og þarft. Hann catchar þannig startuppið á Beak Driver. Ok, super. Warbreak. Get out of here. Næði honum og
Okay, round fed to Magic. The power of a ninja is indeed powerful. Power of a ninja. Já. Oh, Whip og close slash er throne of magic sem í punish. Hihi getur ekki verið mjög glaðið með allir þessu whiffs í þessu tournament. Stundin gerir hann það viljandi samt sko. Ó, já. Þannig hann er hluta playstyle hans. Nice 2S. En hann gerir bara run of force slash. DP baited. Færi hérna almennilegt combo líka. Það gæti verið búið. Hann fer í wallbreak scooperið. You think you can uppercut me? Einmitt. Nú þarf hann bara að blokka. Oh, wow, langt þá. Hann underestimateði hver langt. Hann overestimateði þar að segja. Gjör þetta damage sem hann gerir samt. Vissið þú hvað langt þetta fyrir? Nei, ég hef enga hugmynd sko, en ég spil ekki shit. Já. Nice! Nice burst base frá honum, Hihi. Klára þetta. Já, sir. Tekur roundið sitt hérna. Hihi er ennþá í þessu. Hann með burst. Svo JS-ið nær honum þarna inn í hornið. Reynir að masha úr 6H-inu, en Hihi fær wallbreak fyrir það. Performance cancel, mjög nice. Nær samt ekki að... DP, mjög... Nei! Hann viss inputar eða eitthvað. Eða býst við einhver öðru frá honum Hihi. Þú sér bara hver lítið health hann með. Hann þarf bara að snerta hann einu sinni Hihi. Hann þarf bara einn counter hit. Ok, burstað. Performance cancel. Wow! Hann er með pixel health. Hann getur verið chipped down af einu projectile. Hann whiffar. Wow. Býttu, fór jabið yfir hann út því hann var crouching, Ég sá þetta ekki, þetta var bara going by so quick. Ok, en Hihi tekur leik 2. Já. 1-1. Forslashið vinnur en forsar úr burstið hjá honum Hihi strax. Alpha Blade. Hann er þannig að 6K-ið. Guð minn góður, mann. Þetta damage er greiðalegt. Nei, hann reynir að hoppa yfir Alpha Blade en er punish fyrir það. Hann er ekkert að ná að punish þetta forslash. Hann hittir á overheadinu úr rekkaðinu. Wallbreak. OTG inn í wallbreak. Nice, 5P. Þú færð ekkert perfect hérna. Nei, ég veit. Ok. Nice DP call out. Fær samt ekki punish. Hann fær ekki conversionið af close slashinu. Er hittur hann af lóinu. Ok, báðum með burst en Magic samt með round lítið. Ok, DPR. Alpha Blade í gegn. Nei. Ég fær þróa. Oh my god. Ok, forcer úr burst hjá honum Hihi. Bara trade. Nei, hann blokkar seinna hitta DP-inu. Þetta er most likely að vera wallbreak. Nei, þetta endaði með þessu. Ok. Hvað er þetta með Cinematic Superinu og er þetta... Nei, hann er ekki alveg að drepa, en hann Roman cancelar og fær close slashið þannig. Það held að ef Magic veit hann er með 2 bars, hann gerir þetta super ekki, held. Ekki annars very desperate. Ok, þá er 2-1 fyrir Magic. Já. Nú þarf Hihi að gera sér saman. Það er sér tækifæri aðeins að skipta yfir í Angie, svo það er klárt málan að það ekki að gera það. Inn í throwið, mjög nice. Overhead, en hann blokkar það. Nice jump yfir forslashið. Ok, throwað. Hann væri ekki almennilega að halda frá komboinu, en hann fær samt wake-upið, sko. Ok. Þetta er viðbjóðslegt með, hann er bara komið með hann í hitt hornið. Ok, núna er Magic komin á game set point. Það er bara að vinna einn leik á móti Hihi til að komast til, Losers Final, já. Oh my god. Hann low profile á þannig að forslashið. Í Alpha Blade combo. Gott deflect shield hjá honum Hihi. Ok, YOLO Roman cancel.
Big Heartbreaker, Nate Big Driver. Og notar Counter Blade. Counter Blitz. It's actually been used this tournament. Oh, Já, wow. já. Fara hann þetta kombo, nær ekki alveg konverta því. Okay. Uh-oh. Ég held að getum við... It could be it. Nei, hann droppaði. Beitar út Deflect Shieldið og klárar þetta 3-1 fyrir Magic. Já. Og hann heldur áfram í Losers Final. Bara velspjör hjá báðum. Já. Já, þá. Þá er næsta dagskrá Magic vs. Dan. Já. En, Þannig að Magic má bara halda sig það sem hann er. Já, Og Dan getur komið hérna og... Já, ég held að ég gæti að set commentary out núna, því ég er búinn að fá mig nóg. En ég vil bara segja takk fyrir að hafa mig. Yes, bara gaman að vera með þér. Já, takk hjá fyrir. Leave the commentary to anybody else who's willing. Ég er villig. Jæja. Ég náði alltaf að spila leikinn þetta skipti. Hvað fannst þér að þú ekki náðu að spila leikinn á móti honum Mér finnst mjög oft þegar ég spila mútið chippin hans að ég fæ ekki að spila leikinn. Ok. En ég fekk að spila leikinn. Fyrst að gera eitthvað? Ég fekk að gera eitthvað. Já, já. Það er eitthvað búinn að... Eitthvað búinn að bæta þig? Já. Já, já, það er stóra málið. Að bæta sig eitthvað. Hann backdashið mjög mikið, það er það sem ég fattaði. Já, ok, þetta kom frá Mr. Backdash hérna. Hann backdashið mjög mikið. Ef þú horfir tilbaka á leikinn þá er það fyndið. Já. Maður bara tekur ekki eftir því hann fyrir bara saman stað aftur. Hann backdashir og dashir síðan upp að gera power slice. Það er mjög common hjá honum. Svo ég bara byrja ekki að outcount. Já. Og það virkar. Það er bara smart. En ég er að sjá Magic vs. Dan. Þetta er eitthvað sem við höfum séð Grand Final, svo Winners Final og... Ég veit ekki hver vann eiginlega í pools, veitum við það? Dan vann í pools. Þannig að... En hann Magic hefur unni hann á móti honum áður í Simchi. Í top 8. Yes. Svo þetta er... Það er ekki ómögulegt að hann sína okkur listir sínar. Þetta er óvíst. Já, við ætla bara Magic að púla hérna sinnin, eða? Já, hann vil pick up Sin. Já. Nei, Dan er spilað Sin þetta. Klárlega. Og Sin er besta matchupið móti Chip og klárlega. 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 Ok, fáum hérna græna Batmaninn, fyrst bottom check samt ætla ég gíska. Eins og alltaf. Kemur alltaf svo mikið á óvart hver hraður Chip er þegar hann hleypar hana. Já, já. Ok. Herru, það var greinilega 3-2, þannig að það var ekkert eitthvað sérlega mikill munur á milli þeirra, þannig að ég held að þetta gæti farið either way, sko. Hver sem vinnur þetta þarf að fara á móti Chief. Býtu, halló, Leo Whitefang. Leo Whitefang? Hvað er í gangi? Við erum að púla út Leo Whitefang, býtu, halló, er Dan að púla út nýjan karakter? Hvað er í gangi? Hann þarf að spila Broken Top Tier. Er hann búinn að æfa sig á Broken Top Tier, en er mín spurning? Ég spilaði móti einhvern daginn. Það var frekar gott. Já, ok. Það var orðin betur síðan þá líka. Húst er Leo Whitefang, maður þarf ekki að læfa hann. Joke. Samt ekki joke. Nei, joke, ég er lélegur á hann, svo ég get ekki sagt neitt. Við horfum inn á introið og nú er Chip vs. Leo. Byrja bara með dive kick. Strax á force slashið samt. Og inn í flash kickið. Nær throw-inu hana og inn í... Hilderstens heitir það, alveg rétt. Annan flash kick, það er bara...
Það er að blokka overheadið. Og hann attackar hann að guard stansið og fær og þá er Dan ánæður, þá er hann kominn í svona advantage. Hann nærði þarna H-stackanum hans með, hvað var þetta, 2S. Fer samt í superið og núna er hann Dan smá á afturfætinum. Flashkickið. Þetta er bara, ég held að hann myndi bara hafa flashkick. En nú hann með 2 mýrur, þá er spurning hvað hann ætlar að gera með það. Nice Red Roman cancel. Smart. Ég veit ekki. 6B. Það bara kemst ekki á hortinu, síns mér. Ok, nice Purple Roman cancel til að fá punishið en nær hann með 1-up 2D-inu. Hann er fyrsta roundin á fyrsta leið. Hann er svona magic. Ok, nær hann þarna með 2K 2D-inu inn í throw clashið. 6PR, mjög flott, en nú er hann bara fer strax í forslide, hann er ekki hræddur. Já, nei, ég sýnist að hann er kannski að ofmeta Leo-insinn. Kannski ekki. Kannski. Hver veit. Flashkickið, klassískt. Ég held að mjög mikið damage. Flashkick. Þetta er the eat and go way, þetta er bara að ýta á flashkick hverja halva sekundu. Nærði hann að 6H-inu og klárar að tightrope. Ég held að hann myndi fæði super. Þá tekur Magic fyrsta leik. Hann er kvarta yfir að hann gera óvart DP. Ok, hann er að skipta yfir í Batman, hann er ekki nógu öruggur við Leo-insinn. Já, bara gefa sér smá 8 game disadvantage. Það getur ekki alveg frá Axel. Axel gengur mjög illa mútið Chip. Já. Zoners yfir höfuð gengur ekkert eitthvað sérlega vel á móti Chip. Svo sem ég veit. Ég spila hvorugt Chip nýja Axel. Hey, faultless defense hérna út. En hann er að halda presence-inni áfram. Ég er alveg smá fylgisinn með Delilah, ég er að spáði hvað hún er að gera þegar þetta er allt í gangi sko. Hún er bara hægt. En hún er samt á öðru plane of existence og því hún er hitt 0 af árásunum, það er 0 collateral damage. Hún er svona 30 cm nær okkur, svo Já, einmitt. Hún er í fínu lagi. Ok, nær hérna wallbreakinu á það sér strax að hún er verið að ganga aðeins betur hérna á Batmanin heldur en hún gekk á Leo. Nú er hann Magic í smá vandræðum, hann er með svo lítið health, hann þarf að blokka allt. Nei, hann er kvart af forslagsnaðan og það klárar þetta round. Tekur þetta enda á fyrsta round af leik nr. 2. Þessi pressa er erfið að díla við. Ok, blokkar forslagsið bara með perfect block líka. Nice air-to-air jump slash. En hann burstar hann Magic og Hann elskar í því vegginn. 6K. Ég held að sé búið að nálægt 2 en hann heldur áfram að gera það bara út af því að hann En það er plus. Það er blúð, það er rétt þegar Enginn er búinn að punisha þess það. bara betra satt á 6K SMH buff satt á bro. Er ekki það líka plus? Já en þetta er miklu anyways, Hefur hann eitthvað það? ég veit það ekki. Maður gerir react að freka vel á móti við því. Alpha Bladeið, nú er Dan aftur í veggnum en þú sérð bara að Magic er með 0 health eftir bara ef að Dan er að snúa sig við og nær þann að jump slash air-to-airinu. Svo stór takki. Slash stackan hans Batman eru náttúrulega bara á öðru leveli sko. Nice 6P. Nice, hann ekki almennilegu conversion. Nice, annað 6P. Ég er ekki viss hvað Batman er svona conversion karakter. Geti verið að hann sé svona reset focused. Ok, hann Magic forcear Dan til að bursta fyrst. Það er svo sinnbæri combo fyrir basically hvað hitt sem og það er ekki alveg common fyrir flesta karaktera. Hann ákveður ekki að þvóa að setja hann í horni, hann ákveður að gera bara P. Það geti verið sniðið hugmynd. Nei, hann misinputtar í DP aftur, þetta er náttúrulega svo rosalegt. Þetta er hættulegt.
Ég Forward slashið, maður, microdashin í forward slash, catchin náttúrulega bara backdashið. hefði hittir á crossoverinu sáðan. Nice jumpy. Það hittir af errorinu samt, þú sér bara, hann er með svo lítið líf aftur, hann þarf að vinna svo mörg interactions á móti þessum heavy karakterum. Alpha Bladeið, kom hann inn í combo. Já, ok, hann nær að koma sér úr horninu. Nú Dan er nú alltaf með JS-inu. Good old reliable, sko. Reliable. Hann er kannski nota hann að sacrifice hann Leo fyrir momentum. Getur vel verið. Svona Pompeii situation. Pompeii, what? Hvað hefur þetta að gera með Pompeii? Sjá hvað að gerast. Já, en hvað hefur það að sacrifice að lífi fyrir momentum að gera með Pompeii? Veistu hvað gerist í Pompeii? Já, það var eldfjall sem gaus. Já. Hvað heldur það gerðist? Út af því að Chip Zanum fórnaði lífinu sínu fyrir momentum, ok. New theory, við þurfum að fá eitthvað alvöru... Leo Whitefang, ég veist að þú skildir það ekki. Leo Whitefang er ekki á skjánum, hvað ert að tala um? Dan 50 sacrifice Leo Whitefang til að fá momentum. Og það virka. Ok, Eins og í Pompeii. ok, sure. Herðu, nærðan að koma enn þróinu. Já. Það fer aftur í 6G, þetta hefði örugglega náð mér. Ég er ekki fan af þessu chip command grab. Ég hef backdashað þá það samt hitti mig. Það er stórt. Nærðan með overheadinu. Inn í wallbreak combo. Góð stað fyrir matchup. Þó Dan er að fá smá resources. Nær með 5K punchinu en fær ekki almennilega conversion af því. Og hann blokkar overheadið, vel gert. Ok, hann nær þróinu. Nú er Magic í horninu. Og hann bara blokkar, nei hann blokkar ekki. Og Burna blokkar burstið. Og hvað er þetta að sjá þetta damage? Hann bara veit hvernig hann að gera það. Hann finnur fyrir því. Sailor Scott. Býttu, þetta leit út eins og rollback. Býttu, hvað verður í gangi þannig? Herru, Yellow Roman Cancel, kemur hann út og þarna tekur hann round 2. Þetta er match point, það ekki? Ja, round 1 alls segja. Já, það er match point fyrir honum Dan. Ég væri mjög hissa ef að Magic dettur út hér. Þetta er samt Chief og sko Dan. Það eru báðir mjög öflugir leikmenn sko. Ég vil segja, ég myndi frekar verið svo Magic út að við vorum að sjá Chief á móti Dan fyrir var 10 mínútum. En þú veist, ef Dan vinnur, þá vinnur Dan. Já. Inn í overheadið. Mjög nice combo hjá hann Magic. Hann droppaði hans. 2P-ið. Og hann næði Dan í mjög gott overdrive combo hérna. Dan og Dan að command throwið. Það ger ekki sérlega mikið. Nei, hann næri ekki punishin af Blue Roman Cancelinu. Hann gerði það of seint. Hann getur rétt svo bara að punisha það. Hann hefði mögulega getið gert 6P. Ég er ekki eins og vissum það var Daisy að fara að hitta. Það basically byrja sko. Báðir með Báðir bird play, basically. Yes. Það er smá greitt fyrir Dan ef það er búist. Ok, backdashar 5K-ið en er hittur af 2S-inu. Við erum 6P að Nero. Áhugavert. Og samt lítið sem hann geti gert á móti projectiles and shit. Hann þarf eiginlega bara að finna að hlaupa inn. Roman Cancelið, hér kemur damageið. Já. Solid 40% combo. Staðan hann hefur Nero til þess að gera þetta. Nú er Dan að bara safna sér upp. Hann er Vittu, smá... hann er ekki með nóg fyrir mínur. Ok, þannig gefur það. Hann er samt að nota pensionu til að fá faultless defense. Fáhans í þess að freyja gott. En það er spurning hvort hann hefði viljað spara fyrir Yellow Roman Cancelið. Hann hefði auðvitað farið frekar í super, það ekki? Eða það. Hann er big fan. Nei! Safe jump slashin í throw. Þetta var rosa. Gríðalegt. Og þá tekur Magic leik 4. Það var bara að klára þetta.
Sjáum hvort hann... Ó, burst farið hjá Dan. Graciously donated to charity. Feeding starving children everywhere. Samt komið hálf burst farið tilbaka aftur. Overhead, mjög nice. Fer aftur í 6K-ið. Þetta 6K. Góð staðar fyrir Magic. Já, inn í superið, mjög nice. Þetta er ekki að fara að drepa. Hann er bara að lúpa þetta aftur. En þetta er verð en síðast patch. Út af því að það er... Hann fær ekki tension á sig. Nú er Dan með Mirror, hann þarf að fá ykkur að leta að fá conversion. Hann droppaði. Spurning hvort hann hefði... Hann ekki við Red Roman cancelið. Nice 2K 2D. Ok, Force Root burstið hjá honum Magic. Nei! Burst farið. Það er spurning hvort hann hefði viljað spara... Point fyrir Magic. Það er spurning hvort hann hefði viljað spara þetta svo hann hefði getað verið með advantage í næsta roundi en nú er Magic primed til að taka þetta. Samt byrjar hann á því að taka 30... Hann byrjar á því að taka bara 40% af health hans samt að bara easy. Ja, þetta er rætt easy. Actually. Já. Mjög lúpsum staðar. Catchað hann að 6P-ið. Ok, 2K til að koma sér út. Býttu, þetta 2K er að catcha hann að stað. Magic nota Roman Cancel þess að bjarga sér sá. Þetta er mjög gott use of Roman Cancel hjá hann Magic. Já, hefði verið betra en það hlúður ekki í counter. Ég bara droppaði mikið. Inn í wallbreakið en fær ekki að taka annað hit. Það er bara error. 6P og tekur OTG sprengjuna. Báðir leikmenn á match set point. Þetta var mjög vel timed 6P. Það er erfitt að ná honum niður. JS-ið. Ok, forsa strax úr burst hjá honum Magic. Ég held að Dan þarf bara að lifa nógu lengi til að fá burstið sitt tilbaka. Hann mun fá burstið sitt aftur. Blokkar ekki seinna alpha bladeið. Overheadið. Inn í wallbreakið. Yes. Ok, hann býst við burstinu. En Dan er ekki svona easily burst-baitable. Ok, nú hefur hann tíma til að... Góð stað fyrir Magic, en hann var að vera hittur. Ég hefði verið hittur á þessu mjög gott mix hjá hann Dan. En vel blokka hjá hann Magic. Inn í take throwið. Hann hefur ekki DP einu sinni. Hann stressar að gera. Ef hann er DP-baitið þá fær Dan allt, sko. Inn í Roman cancelið, inn í super. Never mind. Nota Alphabet sem komst í burtu. Ég bara nota Force Dash. Nei. Nei, hann bætti sér yfir 2K-ið. Nei, hann er að fara að nýta hann át. Ég er að fara að nýta hann át. Nei, 2K 2D-inu. Klára Magic þetta deflect shieldið. Nei, hann er með jump agent og Dan rétt svo tekur þetta. Last hit. Oh my god. Rosalega vel gert hjá báðum. Dan hefur mjög mikið clutch factor. Já. Og var þetta sem sagt eins og í Pompeii út af því hann sacrificeði Leo Whitefang, fekk hann the Bedman momentum, eða það er akkurat hann? Ja, akkurat. Ok, ég skil hvað þú meinar, Og þá erum við aftur komnir í... Dan 15 with the Crownless Chief. Í Grand Finals, þetta er eins... Smá cliché. Já, þetta er svona smá, þetta er smá eiginlega orðið bara... Þetta er smá klísja, sko. Þetta er eiginlega orðið smá gamal. Getum við ekki fengið einhvern annan til að taka þetta? Það er kannski spila nýja karaktera. Ég meina ekki. Hver veit. Ekkert lík fyrir Tómas, segir Ómar. Þá spila ég bara Easy Real án hans, ok. League of Legends. Ok. Takk fyrir að láta okkur vita, Ómar. Halda okkur updated, ok? Ómar, hvað er staðan? Easy Real, sko. Já, en nú er sem sagt einmitt Dan vs. Sheep sem við sáum á þann að Við vorum að vinna. Varus top lane, ok? Ég þekki ekki Varus. Hann er ekki 2x KO, svo þekkir hann ekki.
bot lane eða eitthvað svo. Hver var bot lane? Randoms. Ok. Já. Oft þá á maður það til að blama randoms þegar maður er að spila online leiki. Já, þið unnu svo. Já. Ég og Ræsmann þurftum að carrya. Maður hefur heyrt þennan söng aðeins of oft áður, sko. Að ég og dúói mitt vorum að carrya meðan allir hinir í liðinu okkar sökkuðu. Það er ekki endilega nýleg. Hann er ekki að blama neitt. Sorry fyrir að ásaka þig. Þú bara sagðir að botlane-ið ykkar sökkaði eins og ég var bara að assume að þú varst að blama þá. Bara my bad. Don't play the blame game. Komin að sæ. Ég er hægt að fá hérna að biðja keep the flag flying eða eitthvað þannig. Er hægt að fá request á final match lagið Þú getur labbað hana. Ég nenni ekki að standa upp. Lazy ass. Arigato for the gank, I guess. Ef þú ætlar að blama einhvern, þá þarftu að blama the beasts. This is true. Hér sáum við Dan og Chief completely locked in. Chief tók þetta síðast. Nú fáum við að sjá hvort að Dan... Þetta er bun check. Ég held þeir væru búnir að því. Hver er það að vinna, segir FGC Iceland, sem er við. Þið þurfa að svara. Ég er að predicta Chief, sko. Ég má ekki svara. Jú, kommentator sem ég að vera biased. Ég má ekki hafa neitt biased. Við tölum ekki hvernig ég var biased með þér. Nei, það telst ekki með. Búin að þekkja þið sem 5. bekk, svo... Allavega hana. Sjötti, litur 16, hann tekur alltaf þennan lit þarna í Grand Finals, hann Chief. Hann er með svona sérstaklega Grand Finals lit. Það? Ég hef ekki tekið eftir því. Svona Super Mario Power-Up. Super Mario Power-Up. Já, það er eitt orðað þannig. Nice. Catchar hann með Farsight-inu. Góð staða fyrir Dan, nema hann verið smyggst. Ég held það. Ok, burstar út. Báðir búinn með burst og hann fær hann að JS-ið. Hann nær að póka út. Það er erfitt að lýsa því hvað er í gangi. Þeir eru bara trade að pleysa. Þetta er bara á the offense, þetta á the defense. Hann er komið með Dan inn í hornið, en Dan er að masha út. Dan hefur 100 míter. Nú bara nota Red Roman cancelið. Inn í Super. Já. Klárar þetta með stæl. Fyrsta roundi til Dan. Nálega, Dan þarf að vinna 6 leiki hérna. Yes. Base combo, gott combo. Simple and clean. Rosalega flott pælbunker hérna. Cross-upið nær ekki honum. Og nice pælbunker, Dandy's dead. Gerir ekkert damage út af PRC changes. Sem er líka bara fínt, sko. Annars væri Potemkin Buster PRC alveg að fara að drepa mann, sko. Guð, ég er svo glad að það farið. Það er hvað bara helmingað. Ok, neyðir Dan að bursta. En nú er Chief með burstið. Þrátt fyrir að vera á the defense, þá er Chief kinda með the advantage hérna. Nei, hann catchar startu við. Hann fór hann til að bursta strax. En Dan fær hann aftur í hornið. Heldur hérna áfram pressinu sinni, nær honum með trippinu. Inn í overheadið með dustinu. Ó, 2D-ið. Nær ekki drepast á. Hann nær að masha 5P. Just keep on mashing. Pælbunkurinn. Og inn í throw. Það er safe. Og tekur það Dan fyrsta leik.
Ég mappa hunchið, fær ekki punish úr því hann Dan. Mig gruna það verður reset. Það var Það gæti vel verið. Ég veit ekki hvernig alheimurinn veit, en það var mun hafa Grand Finals reset. Það er allavega mjög sjaldgæft að það er ekki reset. Eitt einu skiptum var þegar ég var í Grand Finals. Já, við tölum ekki um það. Og ég Það er þú í fórstiðinni. Það ég fór til. Dan tekur fyrsta round af leik 2 hérna. Þetta er gríðarlegt offense sem hann er að keyra hérna. Og nei, nú er Chief kominn með hann, en hann notar JH til að koma sér út. Ok, Chief aftur komið Dan í hornið. Mappa hunchið, counter hitið, inn í Trap Dust, inn í combo. Inn í pælbankar, yes sir. Hann elskar að gera double 5H. Bara að gera gott anti-air. Sveir stendur svo hátt uppi að 5P hans er svo gott. Saman með Happy Chaos þar fyrir að hann er ekki það hávaksin. Ítur honum aftur niður, catcha... Ó nei, reversal superið! Nei, hann reynir að masha út, það var aðeins svo greedy. 6P-ið, forcear Dan til að bursta. Smá hero burst, sjáum hvað það verður þess verði. Hann whippaði 5P-inu en hann var ekki punish fyrir. Ó, hann tekur lowið hana. No. Ok, þá er það anyone's game. Enginn með burst. Dan samt kom með meira burst heldur en Chief þrátt fyrir að hafa burstað á eftir honum. Nú, ég er ekki Batman expert. Gat hann ekki fengið stærra punish frá blocked air Beyblade? Ég veit það ekki. Það tekur hann að Hands of Doom punishið. Hann catchar Dan í steppið, inn í Red Roman Cancel. Inn í wallbreakið. Góðstað við Dan, en Chief hefur alveg dolda mýru. Og catchar þarna. En mun hann geta notað það? Nei. Dashið upp að. Og Dan tekur leik 2. Ég held að það geti verið réttur. Það geti verið tekið resetið. Með grunn okkur, Það var búinn að geða snúa á. Það hlýta alheimurinn hlýta að vilja það. Gott hjálp með Dan og gott burst break saman tíma. Það er Roman Cancelið. FD er Slayer mjög gott, maður ætti að gera það ofta. FD-ið? Já, því FD, þú veist hvernig Foxas hans heitir tvisvar? Já. Það ítir hún tilbaka tvisvar með FD, svo hann getur ekki gert það of oft ef við FD, já. Það er náttúrulega eitthvað til í því. Inn í wallbreak, þetta er rosalegt hjá hann Dan. Góð staða, Chief hefur mýru samt, svo þetta Tradeið, hann er bara nýtlar hann out. Hann er leaving him out, ég trúi þess ekki. Eitt gott hit. Hann blokkar þetta inn í Red Roman Cancelið samt. Fer í charge dustið, fer samt bara í burstið. Hann er bara done risking everything. Hann fær burst refund utan hitti passive en samt ekki burst hérna smá scary. Verður þetta 3-0 fyrir Grand Finals reset? Ég veist það ekkert ólíklegt. En hann er á reset point hérna hann Dan. 5H-ið. Já, Dan tekur inn að Red Roman Cancel. Blokkar Yellow Roman Cancelið og í barastað. Hann bara sér átt. Hann er game mechanic expert. Hann sér inn í heilan á fólki. Og catchar hann að mappa hunchið. Og deflect shieldið næri ekki að íta mig burtu. Nærðan hann með lóinu. Já, og klárar þetta. Það er reset. True Finals, eins og við viljum kannski kalla það. True Finals. Þá byrjum við á því. Og við erum bara að byrja strax. Það er ekkert neinn pása tekinn, það er bara að byrja. Ekki eins og spurning. Nú er það bara venjulegur 3-3 sko. First to 3, já.
Raw 6p. Clash í loftinu en hann næri ekki að spamma neinn annan takka hann Chief út af því að hann geti case það verið P. Dan er með mjög mikið momentum. Já, þetta er gríðarlegt. Ok, næri 2P út. Næri samt ekki að converta af því það er spurning hvort hann hefði átt að Red Roman cancela þarna. Ég er búinn með frekar jafnir flesta leikina en það bara hann er átt að Hann tekur einhvern báð síðasta. Síðasta burst beiti, síðasta YRC beiti. Emitt. Hann er að taka smá svona edges, sko. Og stundum hefur hann bara dominant rounds eins og þarna. Close slice í catcher hann. Chief er smá, stressið er smá að sína sig. Hann er byrjar að masha á stöðun sem ég sé ekki fyrir mér að hann myndi masha á venjulega. Hann er pro stuff. En hann er með burst. Hann getur notað það í eitthvað. Ok, burstar. Spurning hvort það getur snúið þessu við og tekið einn leik. Nær ekki cross-upinu. Þessi Phantomous Inn í er low. rosalega pús. Gríðarlega. Fær ekki. Whiffar far slashinu. Og nú er hann í vandræðanlegum. Já, og þá tekur Dan fyrsta leikinn á True Finals. Þetta var 4 leiki í röð. Þetta er rosalegt momentum sem að Dan hefur hérna. KK-ið, nú er hann í horninu. Hann er ekki að blokka low. Hann er ekki að íta sér upp. Hann hefur kannski með hitpunktað eða eitthvað þannig. Sérðu hvað samt mikið damage að þið farið af honum Bedman leið og Chief næra að rauna offensið sitt. Þá er Dan bara í smá vandamálum. Nei. Treytið. 6P, mjög nice. Gott deflect shield. Og tekur hann round. This round. Hann er að snúa sig við. Ah, 2K, 2D klárar þetta. Gott fight með JK. Gott 2D punish inn í 2D-ið. Nær Ákveður- ekki að byrja pælbankar loops. Ákveður ekki að gera bara wall break. Af hverju ætti það sé? Ég veit það. Því maður hefur séð Burst baitið. Já. Því maður hefur séð Chief gera það frekar oft. Svo ég smá ákveðan ákveð ekki að gera það núna. Inn í overheadið. Hann predictar cross-up en er það ekki. Sérðu, FD bara ítt hann algjörlega út. 6P-ið, mjög nice. Hann er að blokka cross-up en Dan og forçar út burst. Chief forçar út burst hjá honum. Nú er Chief saman með 2 mýrur, það er spurning hvort hann ætlar að nota eitthvað í defense. Og dandy-stampið, pælbankar inn í superið! Ég held hann lifir, þetta er Bedman, það er sjens. Nei, hann dreipur ekki, en þú sér bara hvað mikið health Bedman hefur með við það að þetta draf ekki. Þetta dreipur venjulega karti bara á 50% health, sko. Ég skil. Ég held að bættu við smá scaling á pælbankunum, það. Ég kannski bara... Næ, 2D-inu þannig, og í barasta, já, nú er hann í smá vandamálum. Ok, gott burst hjá honum. Og maður fannir, já, nei, og er hittur á JS-inu og Dan tekur leik nr. 5. Og þá er hann kominn á game set match. Þetta er momentum bara unstoppable. Hann bara unstoppable, hann bara heldur áfram. Hann gefur Chief bara 0 inn í burst baitið. Hann gefur honum bara 0 room til að anda. Það er að hitta hann úr loftinu, Chief fær ekki inn í 2D-ið. Nær ekki cross-upinu. Hann er samt hittur á 2H-inu og nú er hann 6P, mjög nice. Enginn hefur burst, Dan hefur mýra. Ekki að nota hér. Inn í throwið. Mappa hunch. Inn í wall break. Inn í 5H.
þetta er... Hann ekki samt ekki með neitt mýra, hann þarf að passa sig og það er ekki með Red Roman cancel I think giska, yes. Já, nei, þetta er búið. Það er þetta match point. Já, þetta er round búið. Er leikur búið? Leikur er þetta að byrja. Já, þetta er tournament point. Tournament point. Eitthvað alveg pælbankarinn inn í lóið en næri ekki punish, en hann næri ekki alveg punisha það, hann Dan. Ok, næri needle til að punisha dashið, backdashið. Ok, burstar út úr pælbankarinn. Mjög góð fight B. Lóið, en næri hérna 2K2D inn í combo. Error inn í vegginn. Og nota sprenginu til að halda honum frá því að gera neitt. LeBron James layup. Ok, kemur sér hinum einn við. Mér líður svo Dan Hann er við 50 tension. Hvað getur hann gert? Lítið. En hann er við burst. Sjáum hvort það... Ok, nær 2K2D-inu. Bara gera the real cross-ups. Hann veit ekki vera búinn strax. Nei, og hann æra þar með far slashinu. Og Dan tekur þetta 6-0 reset runnið. Þetta var rosalegt. Og tekur titilinn af Guilty Gear Master. Já, Guilty Gear 2.0 champion. Yes. Það er... Ómar vil ekki Tómas. Ómar, þú mátt ekki tala svona illa um vinninn. Tómar er the #1 ship, sko. Það er ekki hægt að gera aðdáðandir með þetta. Eins og að segja, já, þetta var rosalegt tournament. Ég held að allir spiluðu mjög vel. Margir búin að bæta sig. Stacked mode, sko. Mikið af góðum leikmönnum og... Dan til það 5 dags tilboð. Ég skil ekki, ég missaði einhverju. Ég skal bara taka báða. Er ekki bara fínt að ég sé með báða, það heyrðist bara rosalega vel í mér. Nei, það heyrðist örugglega tvöfalt í mér eða eitthvað. Heyrðu, hérna lestu þetta upp átt, tekinn. Hérna, ég er ekki að fara að lesa það sem að skilabóða sem er undan því eins og þar. Við ætlum tæknilega að segja eiginlega bara að banna þig, sko. Nei, steppu því. En hérna, já, ég ætlaði bara að segja 13. júní þá er úrslitakvöldið. Við ætlum að vera hérna í Next Level Gaming. Það verða þvílík verðlaun. Ég er að reyna að gera þetta rosalega flott hérna fyrir okkur og ég bara er ótrúlega spenntur að sjá hvernig þetta verður. Eins og ég segi, þú veist, það eru eitthvað, við erum með 25.000 krónur í verðlaun í Tekken 8 og 35.000 í heildina fyrir Guilty Gear, Strive og síðan eru alls konar fleiri verðlaun sem að Next Level Gaming ætlar að hjálpa okkur með. Og mér skilst að vera líka happy hour, þannig að allir sem eiga vini sem að drekka áfengi of mikið eða of lítið, þá verður það ódýrt, skilst mér, á einhverjum tímabóti þarna á þessum. Þannig að ég er ótrúlega spenntur fyrir bara að halda þetta og klára þessu önn. Ég vil þakka öllum sem að voru, nei það er á laugardegi. Það er laugardaginn 13. júní. Og ég vil bara þakka öllum rosalega mikið bara fyrir önnina. Ég mun náttúrulega þakka aðeins betur fyrir á úrslitakvöldinu en það er bara geggjað að... það er gott, Ómar. Þú ert líka örugglega í Guilty Gear, þannig að þú farið að vera fyrirpartin, síðan getur þú dottið að herfilega þegar Tekken er í gangi. En já, síðan verður einn aukaleikur. Ég mun gera könnun núna inn á servernum bara á morgun eða eftir eða eitthvað með leiki sem að verður tekinn bara svona einn aukaleikur sem að fólk getur skráð sig í og vera að keppa á milli Tekken og Guilty Gear og það mun kosta alveg smá eitthvað og síðan á ég aðeins eftir að tala með ykkur í Next Level Gaming fleiri hluti, þannig að það verða fleiri hluti sem að koma upp þegar nær dregur. En aftur, bara takk fyrir önnina, takk fyrir að fylgjast með núna og ég hlakka til að sjá ykkur eftir 3-4 vikur, ég man ekki eftir nokkra vikur þegar að nýðhaugsdeildin vera að klárast. Þannig já, takk fyrir okkur.